úr síðasta þætti á Gráu svæði. En hvað með Rule 34 keppnina? Hún ennþá í gangi milli okkur og rapparana? Já, það bara gaman. Já, ok. Prestar verið bara með vassbyssu í dag, bara eitthvað, í nafni Jesú, bara, verið bara að skýra fólk Ég meika þetta ekki, sko. Ok, það sem Bjarni var að gefa mistök er að hann opnaði flöskunum með putanum og nuttaði þessu augunum til. Já, eldi skó, systur minnar. Hver varst það því? Unga fólk, þið sem eru að hlusta, farið núna, hættið að hlusta á þáttinn, lappið út og sparkið í ljósastinu. Já, Of stupid. Þið verðið að trúa mér þegar ég segi ykkur það, en þetta er ekkert svo villust áttur. Eða, jú reyndar, svolítið mjög villust áttur. Það reynir bara að hafa gaman að þessu. En hingað til okkar er kominn Bjarni. Hann sagði í dag að stöðunni sem... En er það nóg? Bjarni er sestur hjá Helga Seljan. Það veit ekki, kannski bara svona miðað við vantraustið og umræðuna síðustu daga, hefurðu í alvörunni trú á því að það sé nóg? Já, ég vil trúa því að fólk hlusti bara með opnum hug og ég meina þó maður missi út úr einn og einn brandara sem er kannski ekki við hæfi. Já, þið sættið ykkur við það. Já, ég meina fólk er bara mismunandi, skilur. Sko, er ekki komin tími til þess, líka kannski ljósið þessar umræðu, Já. að þú kannski bregðist þá við með því að kannski opna Algjörlega. enn betur og með frekari upplýsingum þessa hlutu og aðra? Jú, ég þarf auðvitað bara að kynna mér þetta því að viðbrögð mín voru kannski of hörð. En ef við tölum traustið sem að blasir við fólki sem að séu einhvern veginn þannig að hann hafi raunin bara ekki vitað. Það er nákvæmlega það. Ég bara veit ekki neitt. Bjarni, takk fyrir komuna í Kastljós. Takk bara sömuleiðis fyrir komuna í Kastljós. You tell me what it is. Kapuja! You suck! Góðan daginn, strákar! Hæ, Bjarni. Góð þið. Hvenær fórst þú eiginlega á RÚV? Þetta var samdægurs vegna rasista ásakana. Já, þeir fenguðu bara strax í þáttinn. Þeir höfðu bara strax samband við mig og Til að gefa þið tækifæri til að... Útskýra málið. Já, útskýra málið. Sem ég gerði ekkert sérlega vel. Nei, ég er ennþá ekki viss hvort þú sért í alvörunni rasti eða bara svona þykjustinni rasti. Áhuga rasti. Já, það er svona hobby. Ég held að sé svona óvart rasti. Svona rasti sem dettur í rastahólina og... En í staðið fyrir að fara upp úr henni þá heldur Bjarni áfram að grafa. Já, ég er svolítið dulur að grafa og ég veit ekki hvernig ég var að stoppa. Ég held samt að ég sé ekki rasisti, sko. Nei. Þú er bara svona, þetta er eins og stundum líður mér bara svona eins og rasti. Það er svona, sometimes I feel more racist. Stundum líður mér ekki þannig. Ég held að við séum strax byrjar að grafa hóluna í þriðja þætti. Nei. Ég er að grafa hóluna hans Bjarna. Ég skal segja ykkur eitt. Ég er að reyna að halda aðeins aftan að mér, sko. Nú er ég byrjað. Nei, ok. Ég hafði viku til að hugsa þetta. Ég ákvað að Já, loka svo engin. Já. Sko, ég er ekki rasisti. Ég komst að því. Ég elska allt og alla og mér líður vel í mínu eigin skinni og Hvernig er skinnið á litið? Þannig að ég en ég fór í Kastljós. Já. Og við listum þetta meira eftir þáttinn heldur en í þættinum, sko. Já, ok. Já, ég og Helgi Seljan, sko. Fýtt gaur. Hann er mjög fýtt. Ég þekki hann ekki. Kannastu það? Hann er Borgarfjörður Eystri. Fýtt gaur. Frábær náungi. Þeir samt kalla okkur Borgarfjörður Síðri. Þú sagði það síðast. Þetta er recap. Það má recappa. En mikil viðbrögð við síðasta þætti. Já. Konan mín sagði þetta verið mjög fyndið. Konan mín var líka mjög ánægð. Konan mín skilur ekki íslensku. Ég var ekki að senda það á hana. En ég sendi Aron. Hann skilur heldur, hann skilur svona semi-íslensku, en hann reyndi að hlusta á þetta, en Wow! God damn it! Du vil bara á mér. En svo heyrði hann ekki, þú veist, hann skildi ekki megnið, en hann hlustaði samt á það. Hvað með þig Sam, ert þú búin að vera eitthvað fólk? Ég er búin að vera að plugga svona allt, sko. Dreifa YouTube-linkum alla.
Ertu búin að heyra eitthvað frá yngri kynslóðinni í skólanum? Þau séu super hip og cool sko. Super hip og cool. Eða eins og hún kann segja It's lit bro Lit? Nei, sögðu það í alvöru og dubbuðu þið líka. Ég dabb ekki sko. Ég dabb ekki, ég þól ekki dabb. Ég veit ekki neitt. Það er samt börn sem að dabba mig allan daginn sko. Af því að þeim finnst þú cool að dabba öryggisvörð. Ég veit ekki af hverju. Ég vissi ekki Geir, veistu hvað að dabba er? Er þetta ekki þú réttir hendunar sko, einu henduna alveg beina og hinn einhvern veginn svona Jó, ekki gera þetta! Þú ert plebbi, Egill, af því þú gerðir þetta. Alltaf. Nú erum við samt að missa hérna yngri kynslóðina. Bara strax. Við döppum í þættinum. Ok, við döppum í þættinum. Ég klippi allt eitt út, við látum þetta líta bara vel út. Ég klippti ekkert út í síðasta þætti. Við létum þetta bara fljóta. Já. Var ekki neitt eftir það? Ekki neitt svo blípað en neitt þannig? Ég tók út einn lélegan brandara sem ég sagði. Ok. Auðvitað, eitthvað lélegan brandara sem þú sagði. En ég sá eftir því eftir á sko, af því að ég líti á mig sem svolítið svona cringy sem þetta. Þú er, já. Ég er svolítið cringy. Já, ok. Whatever. Yeah. Svolítið. Eða þú veist, mér finnst það ekki. Mér finnst það svona mjög adorable manneski. En já, þetta er búið að vera ógeðslega gaman og hérna, nú er bara að halda áfram. Já, og við erum óvinnur hressir með að við Mamma, pappi. Hvað var þetta? Þetta er nú Herkules maður. Hlusta á hvernig það segir pappi. Mamma, pappi. Pappi. Hver talaði fyrir hann? Ekki hugmynd. Ég horfði alltaf á þetta ensku. Ég er meira fyrir það. Ólafur Egilsson. Talar ekki Felix Bergsson fyrir þetta allt saman? Jú, Ólafur Egilsson stendur hérna. Ólafur Egilsson. Já, ég er meira svona fyrir utan Aladdin þá, og kannski Lion King, þá er alltaf ensku. Já, það er svo gaman að hlusta á Latta syngja. Já, Latta er góður. Hann er minn uppáhalds. Það er líka svo gaman, ég alltaf hugsa með þér, það er svo gaman að setja upp Aladdin sem leikrit. Já. Við höfum talað mjög oft. Já, eða við höfum talað að setja hellingarhlut sem leikrit. Já, það getur verið mjög cool. Það er alveg teknibrellur og svona söng og skemmtuna. Það er bara líka veist, af því að ég væri til í að reyna að leika andan bara af því að hann er svo ótrúlega expressive karakter. Ég veit ekki hvort ég sé nógu expressive fyrir að leika andan. Þurftir að vera blár. Það er ég getum alveg lita mig í bláan. Já. Ég það getum átta því. Já. Og ég er með skeggi þannig að við getum svona bundið það. Já. Minna verið með tæknimann, hljóðmann, leikstjóra og expressive man. Þetta getur verið one man show. Aladdin, Jasmine, allt saman bara. Ég get leikið hérna Tígristýri líka og Soltáninn. Já, við erum óvinnur hressir með að við hérna, að minnskostið hvað, ég og Samuel, við vorum hérna á leið á Geirmyndaball í gær. Já, þið verðum að tala það. Annaðan sumir þá fór ég á Geirmyndaball. Já, heyrðu, ég tók herramannin tók mikinn herramann og hleypti ungri dömu í sætið sem var frátekið fyrir mig í bílum. Já, en svo stóð hún mjög oft ein bara ballin þú þekkti engan. Það er hennar vandamál, það er ekki mitt vandamál. Og svo af hverju voru þið ekki að hjálpa henni? Ég er reyndis mikið aukat. Enginn af okkur var á staðnum, þannig að hann getur verið að ljúga. Er sami legari? Ég er með glerugu. Já, vissu. Ég myndi ekki vita. Fólk með glerugu getur ekki logið. Nei. Voru eitthvað slagsmál? Nei, þú veist ekki. Það voru slagsmál að það ekki. Jú, það voru slagsmál. Við megum ekki nefna. Ég nefna ekki nöfn, en það var Reykjavíkur. Já, við erum hérna upptökuð slagsmálum. En það var aðlugur Reykjavík sem að var undir áhrifum meira en áfengis. Var það ekki á Olli samt? Eða var það á ballinu sjálfu? Má ég klára söguna? Já, takk. Hann sjálf byrjaði að ráðast á einhvern og svo voru þau slagsmál tekin sundur, þá reist hann á annan og þegar það var stíðað sundur þá reist hann á einhvern eldri mann. Reist hann á Kofi annan? Og sér þegar það var búin að bara taka hann út og halda hann úti, þá kom lögreglan talaði við hann eitthvað og svo kom við ljósa að kærastan hans var að leita á hann á Ólís. Ok. Já, þetta er. En hvað var Sameinuðu þjóðanna með þetta? Og svo ofan á það sko, hann kom í Borgarnes á ballið til að reyna við aðra stelpu. Borgneska. Af hverju eru þið að gera? Við erum með soundboard til þess að þetta er ekki. God damn it. Getur þú fundið þú veist
Þetta hljóðu sem þú gerir myndi aldrei koma í svona glæstum vonum eitthvað. Nákvæmlega. Það væri svona I have amnesia. Það væri smá æðislegt. Býtu, ertu með hljóðu tilbúið, Bjarni? Býtu, ertu að tala um hérna da-da-da? Hljóðu sem varst að gera. Ertu með það tilbúið? Já. Ok, býta aðeins, ok. Geir. What, Pedro? Ég er með Alzheimer. Þetta er alveg Sammi á allan heiður á þessu. Hvernig vissir hvað það var? Átti ég að gera þetta hér? Ég er með Alzheimer. Þetta? Af því að það passar. Goddammit, Bjarni. Þetta er alveg, við erum komin inn í grinsi. Þetta er alveg. Já, en þannig að þetta var dramatíkin í Borgarfirðinum í gæri. Já. Í gærkvöldi. Já. Og þú mistar þess að svakalega ferði upp yfir. Já, hversu svakalega var hann? Dræverinn neitaði að kveiki útvarpinu. Neitaði? Já, þannig við sungum all leðina. Var það betra að verra fyrir dræverinn? Mikið betra. Já, klárlega. Sungum svo vel. Ég hérna tók eitt útkall á dekkjavestaði. Ok. Og þið vitið að ég er svolítið dettur í hug svona alls konar drasl stundum ef einhver segir eitthvað og ég er einn af þeim sem að segja bara það sem ég er að hugsa. Nei. Eða þú veist ég er ekki feimið við að segja eitthvað liðlegan brandar og ég tek bara afleggingum við því. Ok. Þannig að það kemur hann maður og já, ég hitt hann hann á dekkjavestaðin og ég tek dekkið undan bílum og það er alveg flatt á því. Alright. Og ég tek það af og hendi því í svona gálga eða þannig til þess að taka annarkvort nagla eða þú veist hvað sem er í dekkinu úr. Nema hvað ég dreg húslykil úr dekkinu sem að ég hef aldrei séð áður. Vanlega er þetta bara skrúur og steinar og svona drasl. En ég tek húslykil og rétt honum. Lít í augun á honum og segi þetta er það síðasta sem að þessi lykil opnar. En ef hann notar lykilinn aftur. En á hverju sagður ekki þetta er vitlaus lykil í dekkinu? Af því að hann opnaði dekkið. En þú veist, af því ef hann notar lykilinn til þess að opna eitthvað. Eða var hann kannski alveg, var lykilinn alveg farin til fjandans? Já, hann var til fjandan sko. Alright. Ok. Ég er að hitna. Það er synd að þeir eru ekki með myndavél á Bjarna því að hann verður ótrúlega krútlegur þegar hann er svona vandraður. Sem er, þú veist, af hvernig þú getur reaktað þegar þú ert vandraður, þá er það mjög, þú veist, plus. Þú veist, fyrir ekki að reyna þeir eitthvað, þú veist, svitna og fara, þú veist, anda geðt mikið, þú verður bara svona eins og svona kvolpur. En hann horfði bara á mig og sagði, já. Viðbröðum voru ekki meiri. Það er sömu viðbröðu honum og nákvæmlega. Já. Ég var að labba í skólanum daginn, ég fann 100 kall. 100 kall? Já. Talandi um að finna eitthvað eða vinna eitthvað. Ég vann 5.000 kall að haparunum daginn. Nice. Og ég þrís og sinnum unni 10.000 kall. Já. Og hérna sem er bara ekki frásögu fannit nema á þriðju hapaþrunni sem ég vann 10.000 kall. Rétti ég konunum minna því hún var leiðin í bæinn af því maður þarf að fara hérna maður þarf að fara í hálskóla einhverja skrifstofu til þess að fá peningin sko. Og hún týndi þeirra hapaþrunnu. Ok. Sem er ömurlegt. Þannig að þar fór vinningstryggið. Já, þar maður er þetta hann að hapra eftir í háskólans? Já. Er það bara sem 100 krónu. Er þetta bara skammið? Nei, er ég að ruggla alveg? Veistu, með þessum 100 krónu þessu klingi sem þú fannst þú hefur að fara beint út á Ólís kaupa þar hapaþrunnu og þá hefur ég held ég hafi keypt mér epli. Sko ég styð það er gamla kynslóðin segir að fjárhættuspil og sérstaklega hapaþrennur eru ekkert annað heldur en skattur á fólk sem kann ekki líkindareikning. Ég hef vunnið 4 röð 10 skall í jógurtum í lottó. Það er að því að við vitum að Sammi er ónáttúrulega heppin og við vitum það úr D&D-nu líka. Já, það er kannski. Já, þannig að en ég svona almennt, þá styð ég frekar fjárfestingar í eplum frekar en hapaþrunn. Hvað finnst þér samt póker? Ég er sömulegis ekki sérlega hrifinn af póker. Alright. En lútó? Já, það fer til hversu mikið vera að veðja á svo fata lútó. Já. Það er D&D?
Hvaða peninga við setjum í það? Þetta er sko aðalega Tíminn sem fyrir D&D, tími equals money, þar á leiðandi eru peningar í D&D? Það er kannski rétt. Ég vann Unga kynslaður vinnur gömlu kynslaðina. Já, eins og alltaf. Ég er búin að nöldra þetta alveg bara síðan ég var ungur. Meira sem þegar ég fór til Noregs og sá að normenni voru alveg svakalega mikið að eyða eitthvað í svona online. Heyri ég í normennum í fjárhættuspilum núna? Býtu þið? Þetta eru gamlir fjárhættuspilarar. Já, þetta er það sem ég er að vara við. Þeir enda alltaf svona. Þegar búin að þetta er á 4. happaþrinu, þá byrjar að syngja. Svona er þetta. Sko, hlustið á mig unga kynslóðin. Ekki verða svona. Þetta er svo fallegt, sko. Þannig að þið hérna voru bara ánægði með vikuna sem leið. Já, ég er hins vegar með smá tilkynningu. Strax? Já, hvað að byrja hana svo... Byrja, ok. Viltu, ef að gera eitthvað úr þessu, viltu tónlist? Nei, ég ætla bara að segja ykkur fréttir. Já, ok, við erum spenntir. Þetta er ekkert meina það en ég í samstarfi við Stæðja erum að fara að setja upp beerpong-mót í Borgarnesi. Nice. Hvenær er það? Við ætlum bara að finna út hvort það sé áhugi fyrir þessu og svo bara hversu mikill áhugi og þar leiðandi finnum við húsnæði sem er starfð við fjölda. Ég veit ekki hvort að fólk hafi áhuga að drekka áfengi. Ég held ekki, þetta er flopp held ég. Nei, náttúrulega þetta er íþrótt sko. Fólk hefur ekki áhuga á áfengi eða íþróttum. Ég held að það er svona tveir óvinsanlega hlutir. Já. En byrju, ok, þannig að í samstarfi við Stæði ætlið að hafa beerpong-mót. Já. Hvað er að tala mörg borð á og... Já, það var bara útslátti keppni. Ok. Og það verða house rules, það verður ekki bara þessar, það er til alveg 1.000.000 reglur. Já. En það verður bara reglur á staðnum sem að verða að fylgja eftir. Er það þá hérna svona reiðlakeppni þar sem sagt ef þú ert með 16 lið eða þú veist eitthvað þannig, þá er það þú veist 16 úrslit, 8 úrslit. Já, nákvæmlega þannig. Og sem er allt sama daginn. Já, þetta er bara þannig að þegar þú ert komin inn að loka þrautina þá eru allir búin að drekka helviti mikið. Já. Það er bara hluti af leiknum. Þetta er tvendaleikur. Það eru 2 samanlið. Já. Alright, ég myndi fíla það. Ég myndi taka þátt. Það er ekkert svona á Íslandi, svona stórt beerpong-mót. Nei, það eru bara barir í bænum sem hafa nokkur sem bara innan húsmót. Já. Er þetta að gera þetta svona stóru dæmi eins og mýraboltinn á Ísafirði og svona Er þetta auglýsing þannig að séð fyrir Stæðja? Já. Er þetta staðfest? Það er bara að tekla þetta í vinslu. Ok. Alright. Bara hafa það á hreinu? Já. Vilju stila á það? Ég var til í að sjá sko beerpong sko spilað risastórt. Já, við höfum pröfað það. Meinar með áhorfendur og þannig? Já, þú veist, bara með jókaboltum. Já, einmitt, nákvæmlega. Það er einmitt það sem ég hugsa. Já, stóri boltar. Risastóri boltar. Taka ruslatunnur. Já. Og spila bara risa beerpong með bara, og þá er liðið sko, þá er kannski svona 10 manns að drekka. Þannig að þú veist, það getur verið sko óvinnilegt. Getur verið svona Ég ætla að tala sko 100 klassi beerpong. Það er líka, já. Það er stórt. Það þarf að finna út úr því svona hvernig mekanismin í svona stórum hérna beerpong virkar en það að vera með, þú veist, vera með mót. Já. Og það er mjög þú veist, ég held að það sé mjög margir sem myndi vel taka þetta í. Spurning er hvenar það væri? Já, þetta er eins og ég segi, þetta er ennþá í vinslu og erum að ég fer núna að sitja en brálega bara Facebook status, það virkar best. Verður þetta svona bæ Borgarnesi eða fyrir við sko, erum við að fá fólk úr bænum? Þetta er bara opið öllum. Opið öllum, já. Það við fáum eitthvað svona professional sko beerpong players frá Þýskalandi. Já, sem er svona göllum og kom með sínar ein kúlur og eitthvað já, það sé klappstýrur og Ætti að vera hérna eða væri þú veist, það getur verið partur af ég veit ekki, sauðamessu eða eitthvað. Já, ég menna, það getur bara þá er það sem sagt byggt inn í svona sem sagt svona struktúr sem er þegar til. Já, og í staðin fyrir að kasta kúlum þá getur við að kasta kindum hann að reyna hrútseistum. Það er beerpong svona skoppa eistu. Ég held það. Góð spurning, upp á borð. Ég held þau springa ekki. Nei, þá skoppaðu. Allt sem springur ekki skoppar. Er það einhver efnafræði eða eðlisfræði regla sem ég mista?
Ástæðan fyrir að kúlan skoppa það vel er að Það springur ekki en það skoppar ekki. Ástæðan fyrir að kúlan skoppa svo vel er að gastegund sem er inni. Það er ekki sett súrefni. Það er sett gastegund sem er inni í kúlunum sem láta það skoppa svo vel. Það er eitt uppáhaldsljóðið mitt er skoppi í bortenniskúlu. Er það uppáhaldsljóðið? Já. Og ég held að það er uppáhaldsljóðið mitt og ég var bara svona, what the hell? Og það er svona svakalega nútímalegt ljóð. Uppáhaldsljóðið mitt er. Og svo svona hendur á svona bortenniskúlu og svo eru allir hana hipsterarnir í barnum með svona. Þetta er hörkuljóð. Þetta er alveg, við erum búin að vinna hérna núna nútíma ljóðakeppni. Yes. Heyrðu, við erum náttúrulega að reyna að setja okkur svolítið svona út á við. Hvað eru komið mörg view á YouTube bara svo við tökum? Fyrst eða annan þáttinn? Annan þátt, Og erum við komið neikvæð komment? Af því ég man eftir því, ég var mjög stoltur þegar ég var að skoða sem sagt, ég fekk komment á vídeo á Minnirás og það var eitthvað gaur sem var bara eitthvað svona you are gay og ég var mjög stoltur að það var svona fyrsta svona leiðinda kommentið sem ég fengið. Það er eitt sem að Íslandingar eru mjög lélegir í nema á Facebook og svona, á YouTube eða þeir eru að skoða eitthvað vídeo, þau gefa bara view en gera ekki like eða kommenta nema þau hati það, skilur. Þannig að ég held að sé ekkert komment á þessu vídeo. Fyrsti þátturinn eru 37 views. Annar þátturinn eru 70 views. 70 views? Sem þýðir að við erum að svona exponential við erum hægt. Fyrirgefið, á fyrsta þáttinn eru 49 views. Og in your face rapparar. En hann er búin að vera, sem sagt, fyrsti þátturinn búin að vera lengur úti en hinn þátturinn, en samt hinn þátturinn með fleiri views. Þannig að ef við Já, það er nöfnin, sko. Fólk skrifar á gráa svæðið og séu bara, einhver rappar, gráa svæðið. En hérna, já. Comments? Engin comment. Hvað er mörg likes á þessu? Á fyrsta þáttinn, herðu. Það er... Var einhver dislikeað í þessum orðum bara? Nei, það eru 3 likes á fyrsta. Yes! Og engin dislikes. Engin dislikes. Þannig 100% like ratio. Við erum 4 inni, af hverju eru bara 3 likes? En á öðrum þættinum eru 6 likes og engin dislike. Okay. Nice. Það er svo frábært. Hver hérna glemdi að like'a fyrsta þátt? Og taka fram að á gráa svæði, fyrsta vídeóið, hefur engin likes og bara 33 view. Og það er að tala með hennar rapparina? Rapparinir. Þannig við erum búin að vinna. Likeaðu þá. Nei. Við erum búin að vinna. Ég held að við ætlum að bjóða mig þáttinn. Það væri ógeðslega gaman að fá þetta. Ég held það. Ég held að það væri actually mjög gaman að bjóða mig þáttinn. Hvað ekki? Við skulum alveg stefna á það. En það fyndna er því fleiri vídeó sem þú skoðar, þetta er númer 1, 2, 3 og 4. Já. Því fleiri vídeó sem þú skoðar, það var lækkandi viewin hjá þeim. Hjá þeim? Já. Ekki okkur fer meira við. Elsku kallandi. Það er nefnilega, Bjarni, þú sérð þáttinn þannig að sé á YouTube eða ekki. Þannig að þú hefur aðgangað öllum gögnunum, analytics og þannig. Já. Getum við breytt umræðefni? Ég held að það sé ekkert gaman að hlusta á okkur metta að tala um. Nei, ástæðan fyrir við vorum að tala um þetta að því við vorum að reacha, skilur við. Já. Og ég hafði samband við alvarpið. Ok. Hvað er alvarpið? Alvarpið hljómar eins og svona guð. Alvarpið er podcast rás. Ok. Á nútímanum. Og það er fullt af þáttum á alvarpinu og Hugleik og Dagsson og svona skemmtilegt fólk, sko. Og ég sem sagt hafði samband við eitthvað bara fínmanneskjar sem ég talaði við og hún hlustaði á þetta svona í góðum feeling. Hljómar þess að sé að koma einn. Já. Við erum ekki nógu artsy-fartsy fyrir nútíma. Fuck that. Býtu, artsy-fartsy? Þetta er svona ljóð og þeir tala bíómyndir og eitthvað svona. Ekki bara hvað sem er. Ekki bara hvað sem er. Þannig að mér dætti í hug. Erum við Seinfeld podcastana? Já. Nei. Ég held. Við erum með þátt sem er ekki neitt. Já. En samt allt. Já. Þannig að mér dætti í hug að reyna að ná aðeins til alvarpsins. Það er ekkert á móti þeim. Þú veist, við erum ekkert að fara að disrespect. Við erum ekkert að dissa þá neitt. Okay. En við ætlum að reyna, ég ætla að gera annað tækifæri. Hvað ef ég sem einstaklingur dissa þá? Þú mátt dissa það eins og þú vilt, sko. En þú getur ekki gert það og þú veist ekki hvað þetta er, sko. Já, ok. En mér dætti í huga að breyta aðeins stemningu og vera pínu artsy.
Ok. Þannig að ég ætla að vera með Slampo. Er það artsy horn Bjarnar núna? Artsy hornið hans Bjarnar. Er þið tilbúinu fyrir Slampo? Ég er tilbúin í Slampo. Ég ætla að henda smá reverb á mig. Ok, ég veit ekki hvað. Hvernig? Rífa það bergmál. Ok, 1, 2 Andstæða. Örlögin að krísa. Meðal menn frá unga aldri. Gamalt tré. Fljótandi á pralínhúðum kongabrjósik. Skartaði reyðgöðu klingi. Nei, þetta fyrir alvarti. Einmanna. Samt svo vinsæll. Klapparlurna. Tár. Eins og skvett sé basa í tómt ílát. Eða er það fullt? Það ekki búið? Vel gert. Fullt af vonum breyta tíð. Kvikasilfur í blóðrás andstæðings. Eða vinar frængu minnar Trump. Wow. So deep. Eitt viðbót. Ok, ég er til. Ég ætla að fara aðeins dýbra með þetta. Ok. Og dýpra. Í röddinni vonleysi. Inn í þessu. Það er allt inn í þessu. Þú veist hvernig Slampo virkar. Já. Það má gera allt sko. Vonleysi. Vonleysi. Laus von. Von lausn. Allt svo praktískt. Þannig að Mér líður svo vel. Ég held að við menningað yfir okkur hérna. Ég er algjörlega. Við erum að reyna að ná aðeins til þeirra sko. Já, hvað, þeir get ekki púlsað við þessu? En eru þeir þá ósáttir með að allur þátturinn er ekki ná artsy-fartsy, en dugar það að vera með, þú veist, bara svona smá part? Artsy-fartsy hot. Já, nákvæmlega. Ég veit ekki, ég held við ættum að vera með artsy-fartsy. Örgulega, þetta er kannski of langt sko. Þættirnir hjá þeim eru vanlega svona klukkutími kannski. Ok. Amateurs. En ég var að, þú veist, ég veit það ekki. Þú veist, hann var kurteis og hérna, og bara svona er þetta bara. Við getum ekki verið allstaðar. Nei. Sérstaklega ekki á stærstu podcast rás Íslands. Hvað sagði ég? Podcast rás Íslands. Við erum ekki velkomni þar. Já, ekki ennþá. En við munum verða svo stórir að þeir munum hafa óskað þess að við komum inn það. Við munum Slampo-ður okkur einasta degi, alltaf. Það var 2 tíma þáttu Slampo. Það hljómar eins og martröð. Viltu prófa Slampoa? Það skiptir ekki máli. Ertu með Slam-poetry? Ég er enda með ljóð eftir George Carlin. Við erum náttúrulega grunnsamlega sko, skapandi, þannig að ég held að við getum örgulega dreigið ljóðu. Þú semur ljóð? Ég sem ljóð nefnilega. Býðum nú við hérna. Eina íslenska ljóði sem ég kann er líka það stysta. Þú kann það líka. Kann ég það líka? Kunna það ekki allir? Marspúin? Já. Það er alltaf sumt. Það er eina ljóði sem ég mann, nema urð og grjót, upp í mót, ekkert nema urð og grjót. Skríða, skvetta, sóða, lubbi. Þetta er alveg 10 hérna Erindi. 10 erindi, 10 línur. Þetta er örugglega lengsta íslenska ljóðið held ég. Heyrðu, komdu með hérna George Carlin. George Carlin. Þarf það að vera með, sko, er það Slampo? Eða er þetta bara að lesa? Nei, þetta er bara, ég er bara að lesa upp. Ok. Ekki setja á heldur trommunar. Það heitir hérna Modern Man og sem sagt hann byrjar þetta sem sagt eitt af uppistandunum sem hann gerir. Já.
Er þetta 7 orð sem þú mátt ekki segja í? Nei, eitt af uppistandunum sem hann gerir sem held að svona life is worth losing, þá byrjar hann á þessu. Ok. Erum við tilbúinir? Gefa smá reverb. Alright. Þú bara segir hvernig ég að byrja? Þú mátt bara byrja. Alright. I'm a modern man. A man for the millennium, digital and smoke-free, a diversified multicultural postmodern deconstructionist, politically and anatomically incorrect and ecologically incorrect. I've been uplinked and downloaded, I've been input and outsourced. I know the upside of downsizing, I know the downside of upgrading. I'm a high-tech lowlife, a cutting-edge state-of-the-art bi-coastal multitasker, and I can give you a gigabyte in a nanosecond. I'm new wave, but I'm old school, and my inner child is outward bound. I'm hot-wired, heat-seeking, warm-hearted, cool customer, voice-activated and biodegradable. I interface from my database, and my database is in cyberspace. So I'm interactive, I'm hyperactive, and from time to time I'm radioactive. Behind the 8-ball, ahead of the curve, riding the wave, dodging the bullet, pushing the envelope. I'm on point, on task, on message, and off drugs. I got no need for coke and speed, I got no urge to binge and purge. I'm in the moment, on the edge, over the top, but under the radar. A high-concept, low-profile, medium-range ballistic missionary. A streetwise smart bomb. A Top Gun bottom feeder. I wear power ties, I tell power lies, I take power naps, I run victory laps. I'm totally ongoing Bigfoot slam dunk. A rainmaker with a proactive outreach. A raging workaholic, a working rageaholic. Out of rehab and in denial. I got a personal trainer, a personal shopper, a personal assistant, and a personal agenda. You can't shut me up, you can't dumb me down, 'cause I'm tireless and I'm wireless. I'm an alpha male on beta blockers. I'm an unbeliever and an overachiever, laid back but fashion forwards, up front, down home, low rent, high maintenance, supersized, long lasting, high definition, fast acting, oven ready and built to last. I'm hands-on, footloose, knee-jerk head case, prematurely post-traumatic, and I'm a love child who sends me hate mail. But I'm feeling, I'm caring, I'm healing, I'm sharing. A supportive, bonding, nurturing primary caregiver. My output is down, but my income is up. I take a short position on the long bond when my revenue stream has its own cash flow. I read junk mail, I eat junk food, I buy junk bonds, I watch trash sports. I'm gender-specific, capital-intensive, user-friendly, and lactose-intolerant. I like rough sex, I like tough love. I use the F word in my email, and my software on my hard drive is hardcore, no soft porn. I bought a microwave at a mini-mall. I bought a minivan at a megastore. I ate fast food in the slow lane. I'm toll-free, bite-sized, ready to wear, and I come in all sizes. A fully equipped, factory-authorized, hospital-tested, clinically proven, scientifically formulated medical miracle. I've been pre-washed, pre-cooked, preheated, pre-screened, pre-approved, pre-packed, Hvenær hugsaðu að það væri of langt ljóð? Ha? Þetta ógeðslega langt ljóð. Yes. Þetta getur verið sér þáttur. Þetta gæti verið hérna. En George Carlin er samt alveg. Þetta er snilda ljóð sko. Hann er góður. Fyrir hvað var mikið eftir? Helmingur. Varstu halvnaður? Nei, ekki helmingur. Ég hef alveg komin yfir helming. Ok, sorry að ég lækkaði þér. Nei, það er alltaf leið. Ég var að reyna að vera fyndin. Nei, það er alltaf leið. Þú hefði sagt mér bara að stoppa. Já, ég gerði það kannski á mjög aggressívan hátt. Gert eitthvað fyndið frekar. Já, ég var að reyna að gera það. Það kom klapp. Hver kom klapp? Þetta er gott ljóð, það var ekki það. Þetta var bara svolítið langt. Yes. Þú hefði kannski átt að velja bara nokkur erindi. Nei. Ok. Já, þannig að við erum búin með menningarkafla núna. Getum fara aftur í þennan svona sóra og dónapakka sem við erum venjulega í. Já. En til að brúa bilið, ég ætla að brúa bilið milli venjulega og dónapartins. Ok. I dig, you dig, we dig, he dig, she dig, they dig. It's not a beautiful poem, but it's really deep. Vel gert. Af hverju klappaði svona? Já, er þetta bara So freaking arty, no. Ég held að það sé út af annars að því að venjulegt klapp er of háðari. Ætli þetta hafi verið svona bara einhver, þeir eru að hlusta ljóð en einhver var gett einhver langa að klappa, þetta var svo geðvitt. Já. Geðvitt ljóðmaður sem ég var að hlusta á. En þú veist, enginn er að klappa þannig að einhver hafi bara byrjað. Svo bara, já, þetta er gett cool. En þetta var aldrei cool. Nei, ekki fyrir okkur. Já, ekki fyrir okkur, af því við erum svona normies, vístu við. Fyrir þeim erum við normies. Erum við normies? Skrambans.
fyrir þeim. Já, ok Að þú veist, ef við förum í okkar, þú veist, sérsvið Dungeons and Dragons eða töluleikir eitthvað þannig þá verða allir aðrir svona normies í kringum. Já ég var að hugsa hvað heimur versnandi fer eða heimur bara fyrirlegur ef við erum normies. Já, nákvæmlega. Vel gert. Hei, var þetta ljóð? Já. Var það? Hei Þetta er ekkert mál. Já, in your face hann alvarpið. Við skulum ekki dissa strax. En þú varst að segja að við mættum það? Nei, við varum að hugsa kannski eigum við sjans eftir þetta segment sko. Já Þáttur er ekki búinn, við getum meðalegt það. Það er vesalingurinn frá alvarpinu sem þarf að hlusta á þetta. Já. Það er ógeðslega gaman að þessu maður. Heyrðu, hérna ég var að prófa hljómborðaborðinu, ef þið sáðu það ekki. Skemmtari, já. Líklegast svipaðu var á ballinu í gerð, var það ekki? Jú. Heyrðu, já, hann vinnur með svona maður. Þetta er eina á sviðinu og hann. Nei, það var hljómsveit með. Já, gítar og balli og trommur. Já, ok. Við erum ekki með gítar, bassaðan í trommu, en við erum með skemmtara. Ok. Við erum með allt hérna. Hver segir sem ekki með gítar, bass og trommur? Já, Þetta er svo skólara. Já. Ok. Yeah. Þetta var að byrja þáttu með þessu. Mér líður eins og ég sé að hlusta á lindina. Mér líður bara eins og ég sé að hlusta á Leon Sílag. Hold me baby, don't let go. Oh Victor, come here. I like to make a sweet love. I am here for you. Og svo er hún alltaf með, hún er með enska og íslenska texta. Þannig að, og lögin hennar eru oft mjög hröð samt. Þannig að, kannski ekki alveg svona hröð. Komdu með mér, elsku vinur minn. Ég elska þig svo mikið. Og þetta getur verið mjög hallærislegt. Mér liður mjög hallærislega núna að geta. Hvað finnst það geggjað? En já, ef við lakkum þetta þá fyrir við aftur yfir svona trúardæmið, eða ekki? Já. Lindardæmið. Við ætlum við kannski með svona trúarhorn. Við getum gert það næst á þetta. Ég geti reynd að preppa eitthvað. Trúlega. Ég hef ekki tím. Oh my god. Ég hef ekki tíman til þess að preppa neinn svona sérstök hérna svona segments. Ég get bara mætt og respondað basically. Já, hvað með eitthvað, veit, hvað með svona mormónatal? Eitthvað annað en kristið eitthvað. Getum við Kristi var tekið fyrir síðast. Getum við ekki reynda að konverta? Það var mjög gott. Getum við ekki reynda að konverta? Hvað trú ef að konverta fólki? Sko ég held að við ætlum að sko, við förum gegn lindinni með bara sko brennisteini og vikingum og förum, gerum þetta svona okkar svona varaplan verður sko, svona ásatrúar útvarp. Og þá verðum við að redda háamál. Já, og ég einhverja háamálum og ég held að það sé ekki skemmtari fyrir sko háamálum. Þú segir það samt, en ég held að við getum alveg, þú veist að því að háamál, þetta er mjög langt ljóð. Bjarni, ég var að setja skemmtarinn í gang og sjá hvort þú getur lesið háamál undir. Já, hvernig skrifar maður háamál? Háamál? Háva eða er þetta Háva með vaffi? Já. Hávamál. Hvað er það? Bjarni! Býtu, Skammastu. þú veist, ég er ekkert inn í sögunni hérna. Ég er rosalega lítið inn í sögunni. Við vitum það. Já. Spurðum mig spurningu. Málið er að það er ekki spurning hvort það er að berja þig, heldur með hverju. Já. Hvað segir háamál? Já. Alright, Geir, ætlum þú að lesa háamál með skemmtarinn? Já, býtu við að sjá hvað ég finna hérna. Ég fæ þetta bara alltaf á ensku eins og einhver brjálæðingur. Gáttir allar áður ganga fram skoð og skili skyggir skilir því að óvíst er að vita hvar óvinnir sitja á flytu fyrir. Já, þetta er bara fyrsta sko. Leif mér að prófa. Er þetta ekki 70 erindi? 77. Leif mér að prófa. Hvað með nummer 2? Gefendur heilir, gestur er kominn inn. Hvar skal sitja sjá? Mjög er bráður sá er á bröndum skal.
Sínsum freista frama. Erum við að lesa það sama? Á ég að taka þriðja? Takk þú þriðja. Ok. Viltu? Ó já. Elds þörf þeim inn komin og á hné kallinn. Matar og voða manni þörf þeim hefur fjall farið. Ok, ég kemst ekki undan þessu. Býtu. Kjör svo vel. Hvass þörf þeim til vendar kemur, þerru og þjóðlaði. Góðsum æðis. Áfram. Ef sér geta mætti orðs og endur þöðu. Sóló. Hver segir getum við kannski skemmtara við háa Já, heyrðu, þetta ég myndi segja að þetta sé fyrsta sögu í bara sögu heimsins. Fyrsta skipti í sögu heimsins þar sem þetta gert. Þannig að þið þarna uppi í Yggdrasil bara you're welcome. Ég meina það hefð samt fyrir tónlist í ásatrú. Já, en hvort að vikingarnir voru svona töff, það annar mál. Já, þeir kunna örugglega meta nútíma tækni. Já, kannski. Af því að þú veist, eitthvað eins og ef þú væri hermaður í dag og þú deyrð og þú veist, þú er grafin í samkvæmt, þú veist, ásatrið og þú ferð, þú veist, upp til Goðheima og þú ert með, þú veist, byssuna þína þannig. En þú veist, þú myndir að klára byssukúlunar tildulega hratt. En þú veist, þeir myndir samt örugglega að vera bara svona, cool. Já, kannski. Er það? Ég held ekki. Á hverju ekki? Þeir myndir örugglega bara, já, jú, kannski. Af því þú veist, þú eru að hugsa með þeir eru búin að, þú veist, að fá alla gaurina frá því, þú veist, sverðið var til. Þannig að það er alltaf svona að koma svona ný útgáfur á sverðunum. En hvað gera þeir við tæknina? Ég meina, þeir tóku hamar og breyttu mjölni og allt svoleiðis. Hvað gera það við byssurnar? Það eru alltaf með, sko, svona einhverjar, hvað er ekki, einhver svona geit eða einhver hafur eitthvað þannig, endur þetta mjólk og eitthvað þannig dæmi. Þeir eru með svona lífrænan tækna. Þeir eru hægt að mjólka byssukúlur úr einhverju svona skepnu. Eða vaksa trjá. Þeir taka, þú veist, byssuna í sundur, finna út og, ok, hún virkar svona. Þannig að, þú veist, ef við færum upp, þú veist, til Ásgarðs, þá eru þið bara allir með, þú veist, einhverjar awesome ása, þú veist, víkingabissur. Skjóta sverðum. Sem er eins og besta myndband allara tíma. Já! Hvað heitir það? Djöfullin. Ég man það ekki heldur. Víkingar vs. Samurai. Já, ef við getum googlað Víkingar vs. Samurai, þetta er tekið úr lagi Going Down Gambling. Hei! Hér er komið gestur á glugga. Gestur á glugga. Við skulum taka. Ef við taka auglýsingar. Nei, við skulum ekki taka auglýsingar. Bara aftur í fortíðin og finna. Við verðum að, þú ætlar að vera, Jói, býta aðeins. Jói! Komdu. Getur rétt með mækin. Við skulum taka fyrsta viðtali. Fyrsta viðtali út gluggan. Já, býta, er nokkuð kalt, Jói? Er ekki hlýtt úti? Ok, býta aðeins. Herðu, hérna er það, fyrsta viðtali út gluggan. Verst að fólki sér ekki hversu dásalegt þetta er. Það getur rétt að undir hérna. Við erum í tæknilegum erðuleikum. Getur rétt að undir borðið. Ég hef ekki gert hans margt undir borðinu. Jói, við erum að gera hérna smá atriði. Þú ert fyrsti gesturinn á glugga. Já, gestur á glugga. Hérna, gjör svo vel. Takk til þennan. Og getur það að vera fyrstu veðurfréttirnar okkar? Hann er alltaf stattur út í veðrinu. Já. Jói. Já, þið þurfum eldingar og eldgós í fjarlægð. Já. Býta aðeins. Það er smá jarðskjálfti hjá Venus. Jói heyrir ekki í okkur þannig. Já, býta aðeins, Jói. Og það komið þögn. Veðurfréttir með Jóa, gjör svo vel. Já, það vex gras úti og það er ekki grænt, það er bleikt. Og túristar. Hér má sjá stjætt sem að einhver hefur labbað yfir. Því miður er hún illa farin eftir þá.
Og ef þið lítið hérna til vinstri þá sjáu þið mjög ljót hús. Ég giska að þeir hafa gleymt að mála þau. Og við erum að segja að Vélin Frist kemur hérna rétt á hann. Við hittum hana bara ekki tíma setna. Og það aftur til okkar þá? Já, aftur til Geira. Hleypum Jóhann. Já, við þakkum Jóhannes Már Ragnarssoni fyrir þetta segment. Munum hleypurum inn í bygginguna leið og Vélin Frist kemur. En já, Bjarni, er það smá auglýsingar? Er það referens sem ég skil ekki? Elín Hirst, Vélin Frist. Fréttakona. Þjóðarsálin er einn vinsalasti útvarpsþáttur á Íslandi. Það hlusta að jafnaði 40.000 manns á þjóðarsálina á hverjum degi. Auglýsingi þjóðarsálinni nær örugglega til þjóðarinnar. Rás 2, auglýsingadeild. Sumarbæklingur Samvinnuferða Landsýnar kemur út á sunnudaginn. Samvinnuferði Landsýn tekur við sölu á ferðum til Al-Qudía og lækkar verðið 29%. Nýr áfangastaður gríska perlan Korfu. Dublin líka í sumar, á villidýraslóðum í Afríku, golf út allan heim, sólskinsferðir af öllum gerðum og ótal margt fleira. Það ótrúlega verðlækkun á öllum ferðum. Þessi bæklingur okkar framlag til kjarabóta og aukinar bjartsýni til handa Íslendingum á því herrans ári 1992, Samvinnuferði Landsýn á verði fyrir þig. Get ekki gert svona. Fullkomið. Lóðparið lúkka vel á heiðinni og veit að Ég veiti þorsk. Veitirðu þorsk? Það ekkert sjúklega margir sem nennir að hlusta á hana þátt en þeir sem að gera það, þeir gera það á eigin ábyrgð. Gerir þér áferðir? Langar að sjá hann eða? Nei. Já. Víkinga. Þetta geggjað maður. Þetta ógeðslega gott. Myndbandi líka mjög gott. Já, myndbandi svakalega gott. Hvað er það? Jason Forrest War Photographer og þetta sem sagt útgáfa af laginu Going Down Gambling sem semst eldri útgáfa. Þetta svona remix. Þannig að, við vorum að taka svona eitthvað fyrsta svona Rás 2 eitthvað svona tónlistar Já, fræðslu. In your face, Oli Palli. Hver? Hvað? Ég veit ekki hvað það að tala Hefur ekki hlustað á Óla Palla? Hann talar alltaf, hann er mjög fagmæltur. Já, það talar almennilega. Ég samt, minn uppáhaldsmaður í útvarpi Illugi Jökulsson. Hann er góða pistla í útvarpinu. Já. Hefurðu heyrt Illu að útskýra hvað sjómli er? Nei, það hef ég ekki gert. Er það góð útskýring? Ég veit það, ég held að ég hef áttum á því að ég sé ekki að hugsa sem manneskja þú. En það komin ný manneskja inn í stúdíóið. Fréttamaðurinn, veðurfréttamaðurinn og útskýringa þáttastjórnandinn. Já, menar. Hann er komin í hornið sitt. Klöppin fyrir Jóa. Það voru næstuðið ekki kórnusmástum. Ég kom inn aftur. Hvað segir Jói? Allt mjög gott bara. Hvað gerir þú í vikunni? Síðan við tókum upp síðast? Spilaði Factorio. Hvernig sá leikur? Vanabindandi. Factorio. Þú bendi mér á leik sem heitir Thimbleweed Park. Já. Þú sagðir ég get ekki klárað hann á walkthrough. Já. Ég kláraði hann á einu kvöldi án walkthrough. In your face. Varst ekki með master mode á? Nei, ég reyndar ekki. Þú gerði það easy. Já. Hvernig virkar master mode með við, þú veist, að þetta er bara svona point and click ævintýraleikur sko. Skemmtilegur svolítið í svona X-Files að Mulder og Scully verða að gera grín því. Rannsóknarlögreglu þá. Já, ok. Það er svona munurinn á, þú veist, ég veit ekki, spila leikinn á bókasafninu sem að gekk út á að klikka á hluti. Já. Eða þá spila Lucas Arts leikinn á gömlu. Já, ok, var það munurinn? Já. Þá voru þetta ekkert mál maður. Tilgámsleysast í þessum leik og maður kemst að því í lok leiksins. Maður á að safna svona ríkkornum
Já. Ok. Rík kornum. Og maður hugsa allan leikinn, ok, wow maður, hann er eitt, tekað upp. Svo þetta er bara... Ertu að fara að spoila leiknum? Nei. Þetta er bara random. Og er þetta bara svona af hverju þetta er bara leikurinn að gera grína þér? Já. Þetta er mjög pirrandi. Eitthvað svona OCD. Ég fíla það þegar leikir gera það stundum. Þú veist, það var svona, ég ætla að fá 100% af leikin og svo kemur svona achievementi bara eitthvað svona, þú átt ekkert líf. Þetta er með djókið að Pixel Hunt. Já. En þetta var skemmtilegu leikur. Takk fyrir að benda mér á þetta. Já. Hvað gerur þú meira? Eitthvað lítið annað. Þú ert alltaf í ammælum í Reykjavík. Ég er bara skauðst núna. Þetta er eitthvað grunnsalegt. Hvað er þetta að gera í Reykjavík? Er það einn aðri sem á oft ammæli eða margir aðlar? Gæti það verið að hann eigi fjölskyldu í Reykjavík? Hann strákar við Þú þarfst að vera með þetta standby. Við vorum að tala um þetta strákar. Ég glemdi að hækka eftir tónlistina. Allir klúður. Gerðu þetta aftur. Nei. Þú voru að segja þetta aftur. Við verðum að gera þetta rétt sko. Ok, eru tilbúin? Ok, eru áhrendur. Gleymið öllu sem gerðist fyrir svona 20 sekúndum. Ok, það gæti verið að Jói eigi ættingja í Reykjavík. Svona átti brandarinn að hljóma. Yay. Hann Jói. Eru það samsæriskenningar? Já, það komið að samsæðishorni. Þetta drífaði það, við skulum ég ætla að hérna. Jói er ungur maður og býr í Borgarnesi. Foreldrar hans eru... Nei, ok, ég er ekki með það. Það er stundum erfitt. En erum við með hljóð í kringum samsæðishornið hans Jóa? Við vorum komin með mjög góðan svona sound síðast. Farðu á YouTube og farðu í history, fyndu þetta aftur. Farðu viku aftur í tíman. Þetta er svona ambient svona... Já, það var mjög gott. Þurfum þá einhvern veginn, á meðan að vera að leita, þurfum við einhvern veginn bladra. Að fangin við getum talað innihaldslýsingar á bjór. Þetta er innihaldslýsingar bjórhornið með Geir og Egil. Strákar, ég get líka bara skemmt ykkur. Skemmtar í gang og les syngið. Ok. Ég ætla, já, ok. Ójá, koma svo. Innihald Íslensk vatn, maltað bygg, humlar og gír. Nei, ok, þessi skemmtari er... Ok, ég ætla að byrja aftur. Við skulum finna hérna Sko, allara, ok. Ekki reyna að syngja með laginu. Það er miklu fyndnara. Ég ætla bara að lesa á björnum mín bjór. Ég er með svona útlenskan bjór. Ok, Bjarni, við erum að bíða. Bjarni. Og áhörundur bíða. Þú var að syngja svolítið þetta. Þú mátt ekki rappa þetta. Koma. Innihald, íslenskt vatn, maltað bygg, humlar og gír. Best fyrir sjá dagsetningu á botni. Endurvinnanlegar umbúðir, skila gjald. Grolsch Premium Lager since 1615. Royal Grolsch Holland, brewed and bottled by Original Brufærfylling. Ég er búið að finna þetta. Epic. Já, þá eru komið tónlist. Eru við tilbúinir í hornið? Samsæðishornið. Alright. Ok. Velkomin í samsærishorn Jóa. Það er vel trúað. Já, rakmækin í, allt í lagi. Samsæri, ykkur setti mæk fyrir fram á mig. Það er trúað að risaeðlur hjálpuðu að byggja píramítana. Hvernig? Er þá talað um að risaeðlur höfðu verið til á tímum píramítana? Eða voru við bara búin að undirbúa steinana svona mörg 100 miljónu ára með undan? Geir, skoðaðu kenninguna. Kenningin er: Some people believe
dinosaurs helped build the pyramids. Even some professionals believe this. According to professor of Egyptology Nabir al-Samud, dinosaurs were tamed and trained to carry equipment much like elephants have done. Og það mynd af allt of stórri þórseðlu að setja toppinn á píramídan þarna við Gaza. Þannig að þeir eru mjög skýrt að segja að Egyptar þeir hafi nota risaðlur. Það er ekki það að risaðlunar voru búin að preppa allt. Nei. Ég held sem eiginlega sko, skýrast af öllu er að þessi Al-Nabib sé fáið. Nei, við hefum að... Já, það skampast við erum að trúa þessu. Já, nákvæmlega, við hefum að sanna þetta. Já, heyrðu þau. Ég meina Loch Ness skrimsli geti verið risaðlar sem enn lifandi í dag. Kannski eru svona eyðimerkur risaðlur sem lifðu, sem eru ofan í sandinum. Og þess vegna sjáum við það ekki. Það koma bara svona upp öðru hvoru svona eins og í Dune. Kannski var þetta svona risaðlu svona hús. Kannski búa risaðlunar þarna. Kannski eru risaðlunar í hátt loft fyrir þórsæðlunum sko. Píramídar eru stórir. Já, risaðlur stórar. Þar að leiðandi rétt. Já, þetta er afgreitt. Þetta er satt. Vel gert þarna, Nabib. Já. Stórfótur er geimvera. Það meikar sens vegna þess að ég meina hann talar geimverulega. Já. En þannig að stórfótur það er fólk sem segist að það sé þann. Og við skulum gefa okkur það að það er mikið af dýrum á jörðinni sem er ekki ennþá búið að uppgöta. Þú veist, við erum alltaf að uppgöta fleiri dýr. Og þú veist, venjulega þá er þetta eitthvað svona þörungar eða fiskar. Það geta alveg verið að það sé eitthvað svona apalegt dýr, svona maður, api, górilla eitthvað sem á ennþá eftir, sem fólk hefur ekki séð. Mjög svona... En geimverur? Já, en ég er komin á það. Hann er geimvera. Ekki bara hann, þeir hljóta að vera nokkur. Er ekki til svona fjölskyldur? Já, heyrðu, og sko á tímum í jafnréttis, af hverju gerur ráð fyrir því að stórfótur sé hann? Að það er stórfótur. Já, annars verður stórfóta. Konur geta líka verið með stóra fætur. Já, en hann heitir stórfótur. Samkvæmt íslensku tungumáli. Vilt þú fara að rökræða kynjajafnrétti móti íslenskri tungu? Hefur eitthvað betra að gera? Það er þetta rétt. Bjarni, hvað? Ég er að spá sko, flokkast þetta þá sem dýr eða? Ef þetta er geimverð, þá er þetta ekki dýr. Nei, er þetta ekki þá? Jú, það getur verið. Ef hún myndi kosta mikið? Talaði mækin, jú. Kanski. Vittu, ég mista þessum. Þú ert með sound effects fyrir svona lega. Og þú spækaðir alveg með þessu búi. Já. Ekki spæka með búinu þínu. En við vitum það máli, við vitum ekki hvort að stórfótur eða Yeti eða The Almus Giant mér bara á hvort að hann sé kannski voruð með alvöru leikara í Star Wars. Meinar þá að Chewbacca er stórfótur? Já, og geimvera. Og það er fullkomið. Feldu þig þar sem allir sjá, þá er enginn að hugsa út í það. Já. Og svo bara... Also, við sjáum hann aldrei í neinu öðru en Star Wars. Nei. Nákvæmlega. Ég hef ekki séð hann í svona dramatísku hlutur, ekki? Nei. Hann hlýtur að vera, þú veist, eitthvað svona fela sig undir svona, í eitthvað svona neðjarða byrgi undir Disney. Nei, málið það sniðuða við þetta er að núna í dag Comic-Con gera það verkum að allar geimverurnar geta verið bara að labba út allt. Það er rétt. Og það eru sturtur í skólan. Ef það eru geimverur á Comic-Con, það myndi enginn taka eftir því. Það myndi enginn taka eftir því. Það myndi í Vestafalli sitja fyrir mynd og bara, þetta er fullkomna plan. Ef ég verið geimvera... Þetta er ný samsæriskenning í þáttinum í dag. Nice. Þetta, tónlistin bjóða til, eða ekki? Getið þið samt ímyndað ykkur hérna Chewbacca í þessum þætti? Já, hann þarf að komast í einhver nýr hlutverk. Ég nefnilega, þetta er góð punktur hjá þér. Af hverju fekk hann, þú veist, hann er ekki einu sinni, jú, hann er í nýjur Star Wars mynd. Nei, hann er ekki í nýjur Star Wars mynd. Býtu smá, hann fekk smá aukahlutverk. Er það að tala um hérna Rogue One eða Force Awakens? Nei, ok. Af því að hann var ekki, sem sagt, hann var eitthvað in the background þá. En hann var í Force Awakens. Er það nýjasta?
Nei, það er næst Já. En var hann ekki bara typecastaður? Bara aftur í sama Já, þú veist, þeir þurfa typecastana þegar þeir voru búin að setja upp karakterinn. Þeir vorkennunum svo. Þú veist, hann var líka með Harrison Ford, þú veist, það var gett skrítið ef Han Solo verið leikinn af einhverjum öðrum. Hvað með ef Han Solo verið leikinn af? Chewbacca. Hann er bara ef Han Solo verið leikinn af Stórfæti. En hann það er náttúrulega að sjá fyrir hérna stórfóta fjölskyldinu sinni. Þannig að, þú veist. Já, Glæstar vonir gef ekki það mikið. Nei, Glæstar vonir, hann fekk bara einn þátt. Og fekk, Hann var ekkit- minnisleysi, var það ekki? Hann leik hérna teppið á gólfinu. En eru fleiri samsæri? Fleiri samsæri. Leistu við það? Já. Við listum þetta. Næsta samsæriskenning. Colliderinn sem var byggður. Þetta er íslenskur útvarpsþáttur. Nei, Sviss. Það er öreindarhraðallinn. Öreindarhraðallinn. Ég veit ekkert hvernig átt að segja það íslensku. Var búinn til þess að summona endurvekja Guð Ósaris eða Shiva. Og þeir sem að trúa þessu benda á það er stytta af Shivu fyrir framann hraðeindafælirinn. Eitthvað svona easter egg. Shiva er úr hindúa. Já, er það ekki? Jú. Er það þessi hérna með Hún er ekki með marga hendur. hendurnar, já. Hún er Guð dauðans með 6 hendur. Er hún ekki Guð handjobs? Hún er blá á litin. Hún gæti örugglega gefið handjobs. Jazz hands. Jazz. En þú veist, að því að Þetta er stytta að sé þannig. Í hvaða sjónvarpsþáttum gæti hún leikið? Ég veit það ekki, er mikið sjónvarpsþættir. Hún gæti verið eini í svona hérna spurningaþætti fyrir 4. Já. Er hún ekki Já, íta allar takkan. Já. Shiva er ekki með 6 hendur, hún er með hérna, hún er með Pitchfork. Hún er með trekant. Já, hún er með trekant. Hún er Aquaman. Og bongotrómur. Hún er örugglega hérna slampó. Er hún slampó? Ætli þið séu búnir á Og saman. hún situr á Chewbacca á þessari mynd. Já. Já, getur þú ítt skjánum upp að mikrofónu svo áhorfandur sjá ég líka? Finnið lyktina? Sjáið. En já, þannig að sko ördarhæðlinn í Sviss var að samuna einhvern Af hverju? Einhvern leikara úr einhvern induskan leikara úr Bollywood. Bollywood leikara. Já. En við fórum mann sér nálægt þannig að rassismannum núna. Nei. Af því að það eru bara indverjar í Bollywood myndum. Já, það er blátt fólk. Já, en já, við vorum að gera grína bláa fólki. Og það? Blúma Group. Við vorum að gera grína þig? Nei, við bara nefndu það. Líka kallin sem overdósaði á hérna Silfri eða eitthvað. Já, kvikasilfri. Nei, hann hefði dáið á því sko. Hann dó ekki. Hann bara tók alltaf mikið bara venlegu silfri. Já. Hann var blár. Já. Og með hvítskegg, en hann leit út eins og hann hérna aðstýstir. Þú ætti að segja hann bara aftur tilbaka, fara með hann til Sviss í öryndarhaflinu og bara skilur hann. Nei, takk. Er það að öryndarhaflinn samnar blátt fólk? Já, ég held það. Eða skilið því, ef þú ert búin að fá leið að bláa fólkinu. Hvert eru að skila því? Þeir eru að búa til nýja plotti í Smurfs 3. Já, nákvæmlega. Koma Smurfs þaðan? Já, þarna góða. Það þurfti bara að byggja öryndarhafl fyrir því. Ég ætla að læra þetta hérna, Smurfs 3 komin út. Nú? Já. Hörðu, þarna fjall samsæðiskenningun okkar. Þessi samsæðiskenning. Já, ok, teiknumyndin. Já. Teiknumyndin, já. Ekki leiknamyndin. Nei. Ok. Er fleiri kenningar? Leistu við það? Nei, við getum ekki leist allt. Já. Það er sko. Ég held að það sé óraunhæft að hugsa sér að maður geti leist allt. Já, af því að Smurf 3 er komin, þar á leiðandi fjallið allt saman. Já, við megum líka ekki, þú veist, láta alla vita við sem ofgáðar. Já. Getur mætti blátt fólk á gluggan hjá okkur. Djúðar, það gaman maður. Það var alltaf creepy. Úr Avatar? Já. Er það náttúrulega að koma Dáratal 2? Það var svona Avatar fólk. Verður það ekki flop? Er þetta ekki bara peninga? Það er spurning hversu margir leikar að verða sömurnaðir. Nei, mála Já, það er nokkulega. En því er líka leikstjóri James Cameron sem þýðir að hún mun örgulega þjána geða mikið. Já. Og það er eiginlega það eina sem skiptir máli. Ætli myndi þjána meira eða hún myndi blanda saman henni og Titanic. Og struppunum. Já. Hugmynd. James Cameron, ef þú ert að hlusta af Titanic. James Cameron, ef þú ert að hlusta og skilur íslensku. Við viljum 300.000 krónur fyrir hugmyndina. Each. Já.
Já. Ég þarf ekkert, ég er góður. Ertu góður? Okay. Ég myndi vilja fara yfir kafbátaferð með James Cameron. Ég tek hans hlut. Nei, ég ætla að, ok. Skiptu hann bara millikast, strákar. Ok. Önnur samsæðarkenning. Ertu með einu viðbót? Donald Trump. Uppbólsmaður okkar. Dun, dun, dun. Við verum með. Ég get ekki spilað nú. Já, bara eitt hljóð í einu. Hann er geimvera. Er það ekki bara svona Af hverju er hann geimvera? Eftir að hafa skoðað mynd af NASA rover photo eða mynd á Mars fundu þeir mynd af hann. Já, áhörfundur, ég er semst að skoða mynd hérna núna og jú, það lítur út fyrir að það sé höfuð af Donald Trump á komandi upp svona appisungult með mikið hár upp úr jörðinni í svona gráu umhverfi hérna á þessu. Já. Er þetta ekki gamekúkur? Er Donald Trump ekki gamekúkur? Bara svona alveg séð. I'm really rich. Poop. Já. Það má vel vera, en þessi mynd lítur úr svona gamekúkur. En það afsannar samt ekki kenninguna. Nei, og sko, ef þú lítur þetta svona svolítið nátt, þá er svona það kemur svona andlitið út. En hefur ekki sagt að geimurinn á að dálega aðra? Hvernig var hann fórseti? Mexico. Já, það var eiginlega bara Mexiko. Pottjett. Þannig að eina ástæðan akkur Þannig að tæknilega séð er Donald Trump Mexikani. Já, hann er sko, við vitum að hann er mexikansk geimvera. Við vitum að hann er ekki blár, þar alveg kom hann ekki frá Sviss. Já. Kom hann út um rafalinn? Nei, hann er appelsingul. Hann er frá Mars. Þannig að þar alveg klárlega geimvera. Og Mars er rauður, og hvernig býrðu til appensingulan lit? Gulur og rauður. Já, nákvæmlega. Og hvernig er maís og litin sem fólk í Mexiko borðar? Gull. Já. En það stundum fjólblátt. Já, ok. Þarna fjall svo kenning. Nei. Það þarf ekki að vera, það er til fullt af gulum mati í Mexiko. Já, ok. Og Mars er rautt, þar alveg appelsingult, Trump er geimvera. Þannig að Trump er Mexikos geimvera. Var ekki frekar að hann er það langt frá Mars, hann heldur ekki rauðlitnum en það er nátt sólni, hann verður appelsingul. Já, hann vil byggja semst veggina því að hann vill ekki að hérna geimverurnar komi inn. Já, og sólin líka hvít, það er bara sólljósið sem kemur hérna á jörðina sem lítur út rauður guld. I don't think they like me very much. Það er satt. Kannski vill hann bara hafa stæðsta garð í heimi. Er það þess vegna sem hann að byggja vegg? Já, þú veist. Eða kannski þannig að sanna sig fyrir Tetris, ég menna hann ætti ekki að byggja vegg, hann ætti að búið til risastórt hedge. Já. Over the hedge. Já. Þannig að Trump er geimvera og takk fyrir þetta, Jói. Já. Þetta var gott. Vel gert. Skemmtilega samsæðiskenningar, pælingar. Við leistuðu flestar. Yes. Bara You're welcome America. Þannig að fósettin ykkar er Mexikos geimvera. Það er búið að sanna það. Blanda af Mars og Mæs. Byrja bæði á M. Þetta er ekki hægt að afsanna þetta núna. Nei. Ekki nema að sé frá veggsmiðunni. Býtu, hvað? Þetta er núna í fjóðaskiptið sem ég ætla að koma með sound effect. Já. En Bjarni slökta mig, þannig að Bjarni feilaði. Ok, herru. Ég lækkaði út af læginu. Ég slökta því áðan þú lækkaðir. Þetta hljómar er svo samskiptaleysi. Ég skal láta þetta bara alveg eiga sig. Þú stjórnar þessu. Fyrirgefðu saman með mér. Óþekktin í þér, Bjarni. Ok. Skam. Förum aðeins tilbaka. Hver saði hvað og hvað hljóð? Þetta er búið. Hann er samt aftur komið kvolpasvipin, sjáðu. Hvað er næsta dagskrá? Hvað er næsta dagskrá? Erum við með dagskrá? Ég skal koma með næsta. Okay. Nei, þú veist, við erum ekki með dagskrá en þeir greinilega hafa planað eitthvað. Ok. Þeir hefur bara búin að plana input sem við viljum setja í þáttinn. Input. Og þegar þú spyrir svona, hvað ætlum við að tala um næst? Það er mjög unprofessional. Bjarni, viltu útskýra fyrir mig hvað er unprofessional? Bjarni, hvað er unprofessional? Að tala vitlaust. Ég tala líka vitlaust. En mér líður bara flóflöfla. Já, flóflöfla. Hvað er með það? Getur við fengið þann gaur? Getur við fengið þann gaur í þáttinn? Hann vann hjá Securitas einu sinni. Og var hann reglulega myndur á þetta? Hann var Lögðu það neyðildi? Já, sjá. Er þið tilbúinir? Já. En vel gert að mörguleiti. Takk fyrir það. Takk ekki alveg fyrir. Hvernig líður þér eftir flutningin? Nefnilega ákveðlega vefla.
What the fuck? Og tjekka brjóstin, hann tjekka brjóstin. Tjekka brjóstin, Já, hann klítar brjóstin. Ákveðlega vefla. Ákveðlega vefla. Vel gert. Að mörguleiti. Það getur enginn gert grín á okkur. Nei. Mér líður mér skoðstu vel að hún hafi verið strýtt. Það er alveg, það þarf. Hann átti að skilja. Ég strýtt honum ekki. Ég held ég hafi ekki hitt hann eftir þetta. Eða ekki, ég horfði á þetta mörgum ára setna. Næja. Við getum bóðunum í þáttinn og strýtt honum. Já. Og hvernig liður þið Vili? Liður bara ákveðlega vefla. Já. Og þakkum Vila fyrir að hafa komið á gluggan. Vertu sæll Vilur. Farðu, við viljum ekki hafa þennan lengur. En hvað, varst þú ekki að koma með eitthvað svona soundeffekt? Jú, soundeffekt. Nei, ég ætlaði að koma input, set sögu inn í, set að það var leiðilegt bíl hérna. Hann sagði aftur input. I'm gonna put it in. Okay. En já, set að ég var núna í rannsóknum í vikunni, gátti að vera lifandi og ég anda og það rennir með blóðið og ég með hjarta og ég ekki óleittur og allt svo leiðis. Ok, kemur fyrir bestum enn. Set ég fór í blóðpröfu og svo kom ég ljós að ég ætti að fara aðra blóðpröfu, þannig ég, ok, ekkert mál. Byttu við, já, maður spyrja. Svo þú fórst í blóðpröfu. Já, og svo kom ég ljós að það vant að senda inn, það var ekki komin pappir inn á skrifstofuna, þannig ég þurfti að fara í aðra blóðpröfu sem átti að fara til annars land. Þannig að þeir tóku blóð úr þér og hendu þig. Nei, ég átti að fara, átti að taka alveg geðmörg sínúmer. Okay. Og það vantaði sínum fyrir þessa rannsókn okay. Í þessu það meikir meira sens. Af því hittir svolítið dick move eitthvað. Það vantaði pappina. Nei, en síðan fer ég inn á þetta var mjög shady eitthvað. Já, það vantar að taka smá meira blóðir. Ok, fer það inn. Sittur mjög heldökkum maður og býður eftir mér svona, ok, labbaði hann. Er hann svartur? Hann er alveg eins svartur hægt að hafa. Og ég labbaði hann sest niður og hann byrjaði að stingum og er mjög snöggar bara byndi ég þennan og tekur blóðið bara eittur og bingo og allan tíman hugsaði ég bara oh shit, er hann að stela blóðinu mín Af hverju helst hann verið að stela blóðinu þín? Af því hann er svartur Við vorum svo nálægt í að komast í gegnum þáttinn. Nei. Það er búið að taka við krúnunni. Já, herðu, það verður Þetta er ekki rasismi, þetta er húmor. Þetta er húmor. Hvað, veistu, ég hlóð svo mikið að þessu. Þéldök hérna vampíra. Já, það eru Eddie Murphy og góður hérna sem vampíru. Já, góð mynd. Góð mynd. Já, mjög góð mynd. Hvað hétt hann eftir? Vampire Brooklyn. Já, Vampire Brooklyn. Herru, tráðu þetta vampírumyndir. Ég er ekki hrifin á vampírum. Ég bara og myndum og svona yfir höfuð. En hafið þið séð What We Do in the Shadows? Það er góð mynd. Það er nefnilega Geir á eftir að sjá hana. Ég hef ekki séð hana. Við skulum ekki spóla. Nei, þetta er með fyndnari myndir sem ég sá árið 2016. Hún er mjög góð. Sko, besta mynd sem ég sá það er Swiss Army Man. Já. Hún er mjög nakin prumpandi Harry Potter er bara Við mælum með hann var satt ekki að tala mikið nakin. Ég veit ekki okkur ég bætti því inn. Nei. Þú sást rassinn hann stundum? Já. Ég veit okkur hann var nakin í leikrit einhver staðar í London. Já, þess vegna er örugglega svo. Og Daniel Radcliffe, maður eiga það. Hann er alveg mjög aðalagandi maður. Hann er mjög aðalagandi. Ég er hot fyrir Daniel Radcliffe. Þess vegna sástu rassinn á hann. Já, það var svolítið gott. Það er eitt sem ég finnst geðað fúlt með hérna, þú veist, það er rosalega mikið af leikritum og svona sviðssetningum frá bæði London og hérna Broadway og svona. Kemur þetta einhvern tímann út á DFD? Getur almenningur sem að er ekki að það? Mér langar að sjá hérna Mormon dæmið. Já, Book of Mormon. Já, ég er bara búin að leita henni. Það getur verið til á Kóti. Já, ég tjekka bara á því. Fyrir ykkur áhundur, Kóti er það sem hipp og cool unga fólk gerir til þess að horfa ólöglegt efni á internetinu. Nei, til þess að horfa ólöglega á efni. En við skulum vera mjög skýr á það að horfa ólöglegt efni er mjög öðruvísi. En ég vil taka það fram að það er löglegt að downloada á Íslandi. Nice. En er ekkert enn? Það er ekkert enn. Þannig að við erum ekkert ólöglega að downloada. Þannig að við getum bara sagt hérna við erum búin að borga þegar við borgum fyrir netið. Það eru að borga fyrir þessi gjöld sem þú þurfum. Þannig að ríkið á að sjá um að borga styrkjum. En það er ólöglegt að deila. Eitt sem ég vil segja líka. Ef ykkur myndir kæra mig fyrir að downloada og hafa gögn þá myndi ég segja, ok, ég ætla að counter kæra þig og finna Vaffa og Hess-bólur heima hjá þér. Ok. Já, það mátti ekki taka upp. Vaffa og Hess-tæki voru eiginlega bara ólöglega, sko. Hvað með kassetutæki? Allt ólöglegt.
Það er bara allt ólöglegt, allt sem við gerum. Verður það góð. Takk. Er klámen þá ólöglegt á Íslandi? Voru ekki helvitis vinstri grænir að fyrirgjöðu? Þessi indíþjóð, nei, helvitis vinstri grænir var hann ekki að reyna að banna klám? Hvað heitir hann? Eitthvað? Örvandi. Nei, Ögmundur. Af hverju er hann að standa í því? Ögmundur ætlaði að banna interneti bara almennt séð. Hvað er aðeins Hann var gamall og hann skildi það ekki. Interneti bóla. Hafið þið séð íslenska klámmynd? Já, hvað heitir hún hérna? Nýja. Ég hef ekki séð bara allar íslenskar bíómyndir eru klámyndir. En það er alltaf þunglindi og svo er eitthvað svona. En þú veist, ég hef svona seriously aldrei séð hérna íslensk klám. Bráðin hérna held ég. Klám með íslensk fólk. Já, er það eitthvað þeng? Sko, ég man eftir einni mynd fyrir löngu síðan sem var... Hún var sýnd á Sýn? Já, Sýn. Erum við að uppgöta óteftan markað? Herðu... Nei, já... Ef við starta trendið þá? Ég held að við ætlum að búið til klám. The Book of Mormon 2011. Ok, hún er inn á kóti. Kekja. Við glemdum að útskýra hvað kóti var. Nei, hann var búin að það, maður skil, fyrir ungt fólk. Já, nei, hérna, ég ætla að vera með horn gamla fólkins fyrir unga fólki. Býtu, erum að... Það er eins og Netflix. Bara mikið betra. Miklu betra. Og 100% ódýrara. Já. Útskýrum fyrir okkur. Já, verið velkomin unga fólk. Þetta er gamla kynslóðin sem talar. Í gamla daga fórum við á torrent síður og downloaduðum eða niðurhöluðum alls konar efni til þess að horfa á. En einn daginn var mér bent á það af einhverjum strákling að þetta var ekki það sem ungt fólk gerir í dag. Þau fara í gegnum forrit sem heitir Kóti. Ég er að tala. Ertu áfram inn í skáp, stráklingur? En já, þessi stráklingur sagði að Kóti væri leiðin. Þetta er eins og Netflix nema miklu starra. Þegið þú, strákur! Þegið þú! Og 100% ódýrara. Þetta er gamla kynslóðin sem kveður og skammist ykkar. Já, skammast við! Vel gert. Þeir eru æði. Er þetta ekki nógu gott fyrir alvarpið? Ég veit það ekki. Jú, ég meina... Þú veist, við coverum mjög mikið af ljóðum og hálfamál, þú veist, þetta er mig. Ég ætla... Læknisfræðileg dæmi þetta nú. Bjarni, mundu. Fyrirgeð. Kingja. Nei, ég var að reyna það mistókst bara. Ég þarf að pissa. Þú voru bara ímyndar að þetta sé bara eldgömmul ógeðsleg mjólk. Þú mátt fara að pissa, það er alltaf góð. Komdu bara aftur, já. Læsum hann úti. Læsum hann úti. Ég hef kannski að segja þetta. Ef að bæta koppu með að bleiðum í stúdíóðu næst. Já, endilega. Heyrðu, Jói... Er það rétt upp hendi eins og Ég sjáið? ætla samt að á ég að bíða eftir honum. Já, bíðum mitt ragli. Hann vill ekki vera með. Ef að taka segment sem er bara svona liftutónlist. Já. Við erum með skemmtara, hvað er með liftutónlist? Komum í gang og bara syngjum eitthvað. Já, við erum orðin svolítið góð. Við getum sungið, við erum með fleiri flöskur inn í kringum okkur sem við getum sungið. Þetta er alveg ekkert mál. Sko, ég reyndar kann ekki nógu mikið á þetta hljómborð til þess að vita hvað er að gera. Alveg saman hvað. Við erum komin með ógeða þessari tónlist. Hendum við hérna í... Þetta er hræðilegt. Ég get bara hlust að hugsa Leon C. lög. Ég er júlur, lalalala. Hvað, Jói, ætlar að syngja fyrir okkur. Jói, ætlar að syngja fyrir okkur lag. Þetta er sjálfan sig. Jói, taktu við. Allir elskar mig, ég er sexy. Júluna mínar eru awesome. Sjáu þið göttuna. Já. Þið sagðu Leon C. Já, við meintum ekkert Leon C. Já. Lesa milli línana, sko. Lesa á milli línana. Þið voru að tala um Leon C. Já. Hver semur liftutónlist? Ég held að séu jazz tónlist. Það er komin gestur. Sinfonía Íslands. Það eru jazz tónlistumenn. Já. Klálega. Já. Og svona bossa nova. Notum við þetta lag ekki í... Þetta var í Hálfdáni. Jú, þetta er Hálfdán.
Já, sko, fyrir ykkur hlustundur sem eru að hlusta okkur fyrsta skipti en vitið ekkert okkur, þá eru við líka sko mikli kvikmyndagerðamenn eða svona sketsagerðamenn. Já, miklir. Já, allt það sem við gert er gull. Þannig, já. Nema Speedbank. Speedbank var frábært. Speedbank var stórkostlega. Ég meina, ég veit ekki hversu algengt það er en þú veist, eins og ég hlustaði á þú veist, góðan hluta af síðasta podcasti. Hlustaður á okkur sjálfa? Já, þú veist, en þú veist, ég var inn þú veist, ég basically bara hlusta sjálf Já, ég gerði líka Ég er svo fucking fyndin Ég setti bara í gang heima og var að spila tölvuleiki og bara gera Þetta var þegar við vorum að keyra saman ég og Unnur vorum að keyra til Reykjavíkur saman og bara setti á, þú veist, ég setti á það og á því, henni fannst það fyndin þú veist, Er maður geðvægt íkvæmt til að maður segir maður finnst maður sjálfur fyndin? Já. En það er alltaf lægi samt sko. En ég vil bara stoppa allt. Jói. Já. Mér langaði að koma með mission fyrir næsta þátt. Ef að geima það fyrir lok þátt. Ég er að ná í sound. Sound. Næstu því komið með soundið. Mission fyrir næsta þátt. Missionið. Það hefur verið svolítið í umræðinu núna transfólk. Ég var að spá fyrir næsta þátt getum við nota Photoshop eða teiknað þitt alter ego og í næsta þætti kynnið ykkur sem það ego. Ég var að búa til okkar einn karakter. Nei, bara þú veist það sem að þú myndi vilja vera þú veist, ég myndi vilja vera kona eða eitthvað svoleiðis, ég myndi vilja vera risaeðla. Þannig að við erum ekki endilega að tala við sem hitt kyni, það er bara okkar alter ego. Já. Þannig að þetta er tenglega séð þá var það aðra persónu hérna í næsta þætti. Já. Getur við verið aðra persónu næsta þætti? Ég er hægt til að heyra Geir því að með hún mitt D.O.D. það er bara mesta snild ever. Inn í mér búa margar persónur. Ég laka mest til þess að heyra í mér. Já. Ég líka. Ég er að æfa mig fyrir alter ego. Já. Ég veit ekki mér líst vel að þetta er vel gert. Já. Þú ætla líka að vera með alter ego. Jú. Breyta röddum og allt. Já, breyta röddum og bara. Þannig að erum við þá í karakter allan þáttinn? Já, ég til í það. Já, þetta getur verið gaman. Það getur verið interesting. Allan þáttinn. Eins lengi og endist. Já, sko eins lengi og maður getur. Ok. Ég meina, hví ekki? Já, ég meina þetta er okkar þáttu, við getum gert það sem við viljum. Nákvæmlega, það er það er bara svona, hei leikstjóri og býtu, það er þú. Heyrðu, ég leifi þetta. Sko, og við erum ekki að það koma inn einu svona stuðningsaðla sem við þurfum að sleikja upp eins og svona auglýsingunum. Nú þurfum bara að sleikja Bjarna. Nákvæmlega. Ég skal sleikja Bjarna. Hvað segir ég? Við þurfum líka að hugsa upp aðstæður eins og við erum inn í þessum stað núna sem já, okkar eigin heim. Nei, ekki endilega okkar einum heim. Við erum að segja við erum núna stödd í jarðaför hjá þessum manni. Vilt þú vera að improva? Ég fíla það. Já, verður DM-in. Það er cool hugmynd. Ég er alveg til í improva. Já, þetta verður. Við skulum improva þetta. Oh my god. Bjarni er svo fyndin, Bjarni leikstjóri, Bjarni er svo fyndin, hann leikstjórin, Bjarni fyndin. Við erum stödd á Titanic. Og skipstjórinn er farinn úr öllum fötunum og er að strippa. Já, það er ekki að vona. Það er ekki að vona þið hérna klesta á klakan. Herðu, við vorum að tala sketsagerð og svona. Já. Og við gerðum einu sinni skets þar sem við gerðum grín af þjóðsöngum nokkra þjóða. Já, ég hef oft hugsað þetta að þetta er svona þetta mun einhvern tíma koma í bakið á mér. Er það af öllu? Af öllu. Þetta er það sem kemur í bakið á mér. Heldur þú það? Já, því að við móðguðum kannski miljard manna. Svo? Herru, það eru 1100 view á YouTube. Já. Við skulum, þetta virkar í útvarpi að hlusta á þetta. Við skulum hlusta hérna á breska
þjóðsöngin og við skulum hlusta breska þjóðsöngin í útfærslu Joe's Dungeon Já, prófum það Ok, já, Varstu búin að heyra það? Nei Why won't you fuck with me, you twat? Sko, ég man ennþá textan. Það ótrúlega. Já, ég líka. Og manstu þýska textan? Býtum við. En franska? Já, ég man þarna. Nei, ítalska. Já, þetta er franski. Spilum við. Hvað með svíjana? Svíjana. Ég held að við móðgar svíjana mest. Og ég veit ekki af hverju. Við vorum bara. Nei, við hefum ekki að taka Bandaríkin. Af hverju ekki? Ég er að fara til Bandaríkin. Ég þarf að vera stiltur. Franski er hérna næstur. Franski skemmtilegur. Og það er myndband með þessu. Já. Og það sem að við Þú getur bara sagt það inn. Og ég er í leðurvesti. Og við klæðum okkur eins og stereotyp. Hvað segirðu? Þú getur bara sett myndbandi inn Já, í podcasti. ég set hérna linkin. Ég set linkin í bóksið. Við erum að sponsora sjálf okkur. Like og subscribe. Það er svo við sem að sjúa tippið okkur sjálf. Hvað, er ekki Steve Bannon sem átti að geta gert það? Ég veit hvað það tala Ég ætla engin annar En hérna, við erum klæddir rosalega stereotypist. Jóhann er með svona hatt með svona dindil ofan á. Hvað heitir það? Það er svona alpahúa. Stefán er í svona röndóttu klassísku, svona frönsku. Ég er klæddur í teppi. Þú ert klæddur í teppi? Af hverju? Ég bara frakkar fyrirlegir. Þeir eru algjör í teppi? Já. Við erum með góður reference. Og þarna sko Þannig átti ég að hafa prumpað. Og ég náttúrulega eins og alltaf post-product allt, eða ég prodúsera allt. Já. Og Jóhann hann átti þessa setningu Thierry Henry sem hann var einhver stjórnmálamaður eða eitthvað. Og hvað skrifa ég? Thierry með Ufsloni. Að ég vissi ekkert hvað hann var að tala. Nei. Það veit. Le baguette. Bjarni, smá slurning er smá mynd af þýska fánanum og við vorum strax í svona keng. Það spyrja með ykkur. Hversu mikið af þessum myndbandi, þessum sketch specifically er hugverk Jóhanns? Sko við unnum allir, Jóhann sömdum textan og með innslugum frá öllum held ég. Já, það voru allir að slá inn einhverju. Og við tókum þetta upp á hérna bara í mými, já. Gerðum þetta allt í mými. Allt í mými. Ég var með hana. Já, þú kemur inn í ítalska. Þú ert í ítalska. Oh my god, hvað er gamall í þessum myndbandi? Við slum tjekka á því, við slum hlusta á þýska hérna næst. Þýski þjóðsöngurinn alla Joe's Dungeon. Sjá hvað ég er sætur, ég er ekki með skegg og jó. Geiri með kaskrímu og Stefán er klæddur eins og þýskur leður á mig. Þarna hefur þetta bent á því. Ég var búin að gleyma þessu. Ich darf nicht essen, Mann! Haben Sie gerne Portugal? Haben Sie Wagen gerichtet? Haben Sie Kinderhunde? Við mókuðum svo mikið. Hvað ert að lesa nú? Ég veit það ekki. Ekki nei, þetta er bara íslensk bók. Ég er bara bull eitthvað sko.
Nei, en þú veist Já, við tókum í Japan. Blessaður Ringsteð endaði að búa þarna síðan. Hann býr hann núna. Já. En það er alltaf lagi af því sem sagt Ringsteð hefur sagt þá að Japanar þeir eru svona svipin eins og við. Já. Þeir eru svona rasískir gagnvart útlendingum en ekki á þú veist svona eitthvað svona neikvæðan á, það er meira bara svona útlendingur, það er bara svona svona klappað, þú er svona krútlegur útlendingur. Þessi kom ágætlega út. Já, ég fílaði þennan, þessi var góður. Og textin með þennan var mjög góður. Þetta er semst japanski þjóðsöngurinn sem er svolítið töff þjóðsöngur. Já, þetta er allt mjög falleg þjóðsöngur. Þetta er mjög, við ákveðum að taka þessi fallegu lög og eðilega hérna til dæmis, þú veist, öll þessi orð við náttúrulega tölum ekki þessi tungumál Jóhann talar reynda japansku í dag en þarna fundum bara einhver orð. Getum við sagt, þú veist, hvenar þú veist, hvað land síðan við tókum þetta upp? Þetta er hvað, 2008? Það er ekki dislike á þessu. Hvernig gengur það? Hvernig dislike er þetta? Hvernig var þetta? 5. janúar 2008? Júní 2008 Það eru 9 ár síðan. Já. Jesus Christ maður. Og þetta mun, sko, þegar við erum dauður og komum í gröfuna þá mun þetta lifa enn. Já, nice. En jörðin er 2021 sem að það næsti hérna. Það er ekki heimsendarspá, er ekki hérna ekki solar eclipse. Solar eclipse. Já, 2026. Það er enn á Íslandi. Veistu hvað ég var að munustrákar? Það er í ágúst, hvað? Ég sagði síðast að þetta að við ætlum að kynna okkur. Við gerðum það aldrei. Ok. Stopp. Við getum gert það núna. Þú klippir það út, setur það fram í þáttin og svo er þetta segment ennþá inn í þættin. Þannig að ég segi ég er Egill. Ég er Sammi. Ég er Bjarni. Ég Jói. Og þetta er ég, vinur ykkar, ástmaður Geir. Þannig að þú veist, í byrjun þáttarins þá mun koma ekki svona skrítið svona transition þar sem það er bara svona hvað í fokkanum er gangi, svo hlusta þau að þessum punkti og er bara svona þeir eru svona miklu fáið þar. Ef við halda með japanska þjóðsöngin þá? Já, ég held þetta svona, í næsta þætti skulum við kynna okkur fullu nafni og heimilisfang. Já, og kennitölu og símanúmer. Drekka bjór, vera fullir og kynna okkur. Já. Drekka helling áður en við byrjum að taka upp. Já. Það er bara uppskrift af góðu útvarpsefni. Heyrðu, hér í japanski. Já. Jóhann er með lamparskerm á hausnum. Og Geir líka. Þetta er bara eðlileg sjón hann úti. Ég sá þessa grímu hjá Nostalgia-kreditinu. Já, á veggnum hjá honum. Ég held að vera hann. Og þarna skoður að næsti, það er ítalski. Við skulum, tökum ítalska og svo skulum við hlusta á sænska. Og þá sjáðu mig fyrir 9 árum. Þá var ég 5 ára gamall. 92 ára. Starfræði 14 ára. 14 ára gamall. 14 ára? Nýfermdur. Hún lítur út eins og, já það getur verið. Ég er 23 í dag. Já, ég er bara að tala um hvernig hún lítur út. Þarna? Í myndbandinu. Hún lítur út eins og sér 10 ára sko. Já, af því ég er ekki með skegg. Já, kannski var hann svona seinna eitthvað að spretta. Það getur alveg vel verið. Það getur verið. Þú veist, honestly, það getur vel verið þegar ég hafi verið seinna þroskast. Ítalski, gjör það svo vel. Og það er gaman að segja frá því, í öllum þessu lögum þá erum við að stereotýpa rosalega mikið. Er það þau sjá það í myndbandinu? Já, við munum sjá það sko. En erum við þá ekki allir
pínu racist miðað við daginn í dag. Það eru allir rasistar. Er það ekki? Ég útskýrði það í byrjun þáttarins er að sometimes you feel a little racist. Ég er svo móðgæður af fólk, þú veist, ég er ekki að tala um alla, ég er bara að tala um. Já, við erum bara að gera grín af Ítölum núna og svo erum við bara að gera grín af Japanum þarna. Já. Og svo bara. Af hverju móðgast allir svona? Ég veit ekki. Óþólandi. Spila þetta fyrir helvítið í þarna. Mér varst þessi best framkvæmdastur. Já, þessi var góður. Þessi er mjög góður. Á mikið lagt í þetta. Líka vera með borðið og allt saman. Já, svona ítalskur dúkur. Og vera með öll þessi gerfiskegg. Já, það er semst verið að leggja á borð og það er þjónn og það er einhver svona 2 ítalar þarna. Rambaloni, pepperoni, mussolino, parmesano, mozzarella, carbonara, mariucci, panino, americano, Leonardo da Vinci, DiCaprio, cazzo, Italia, mamma mia, Del Piero, Þú ert með skegg. Það er rétt. Já, og náttúrulega inn á milli er Jóhann að syngja bandaríska þjóðsöngin. Ég er að edita þetta aðeins svona með að vera on the fly. En hérna, já, Jóhann er að syngja ameríska þjóðsöngin inn á milli. Sænski. Og svo er það sænski. Þarna vorum við orðin svolítið þreyttir. Við vorum búin að vera hann í ykkur 4 tíma eða eitthvað. Nei, hætt að ljúga. Þetta var punkturinn með sænska þjóðsögnum allan tíman. Já. Ok, hérna er hann. Og til þess að lýsa fyrir hlustendum hvað er í gangi. Já, ok. Lýstu fyrir hlustendum hvað er í gangi. Orð. Hann eigir með byssu á haustum. Það fær engin lýst þessu. Það er vonlust. Engin orð ná þessu. En já, þetta voru við að gera grína að stórum hluta heimsins. Já. Þetta gáttu við. Við gerðum grín að mörgum. Við tókum ekki neinn sérstaklega fyrir. Svíjana. Já, en þú veist, við gerðum svona grín að Japanum og Ítölum og Þjóðverjum og Bretum og Bandaríkjamönnum. Þú veist, ef eitthvað það hefðu átt að gera grín fleira fólki. Já, það er rétt. Já, svo í hérna, ef þið horfum á myndbandi þá er hérna, þetta er ekkert spoiler, þið horfum bara á þetta eða vilji. Í hérna, lok, hérna, ameríska þjóðsöngsins stekkur sá sænski inn og lemur með hafnaboltakynni. Já, alveg rétt. Já, það var gott. Þetta var mjög góð. Já. Já, það er rétt, strákar. Við erum finnir. Við erum mjög finnir. Við erum finnir. Heyrðu það, alvarpið? Þetta er sem sagt á Bjarni Freyr. Heyrðu það. Þetta er sem sagt hérna Bjarni Freyr á YouTube. Og það er fullt af ykkur drast. Þú setur link í... Já, Stefán voru sjúklega tulir. Já, ég set link í hérna. Ó, hvernig ætlar Stefán að vera með í podcastið? Já. Veistu, Afmælisbarnið Stefán? Já, hann er afmælið 2000 og... Er hann búinn að hlusta á... Hann var ánægð með þetta. Hann ég reyndi að hringja hann afmælinu og svaraði mér ekki. Ó, býtu, er hérna... Hann er 170. Er Alexander Jarl kominn... Herðu, já, hann er á landinu. Við ætlum að fá hann í þáttin. Klálega. Já. Ertu búin að hitta hann, Jói? Já. Koma til þín eða? Já, hittum þið ekki. Nei, ég er ekki búin að hitta hann. Ég er heldur ekki búin að hitta hann. Ég er bara búin að vera að vinna, sko. Hæ? Hann ætlaði að heimti þín, sko, strax. Eftir að hann var hjá mér. Anskot, ég er örugglega sofandi af því ég er á næturvakt. Vissan hann þau voru búin að flytja? Já, ég sagði hann það. Nei, hann bankaði hjá nágrannum og sagði, Bjarni, hvað kom fyrir þig? Hérna, ég þarf að segja ykkur einu sögu af einu vídeo sem við gerðum. Ég og Jói gerum þetta saman. Þetta er ekkit, dialógurinn er mjög hallaræslegur. Þetta er einu sketsin sem að Þorkell með okkur í og hann samþykti að vera með og hann leikur draug. Ég man ekki neitt eftir þessu, hvað er þetta? Ú, ég veit hvað þetta er. Þetta er góð skets. Og ég ætla að leiða ykkur, já. Þú manst, þú gleymdir að taka upp fyrst á því. Býtu, ég kem inn á það þegar að hérna, horfum aðeins á þetta og ég sé, þetta verður líka hérna. Já, hlustundur, horfum á þetta. Þú finnir lyktina. Geir, þú ert að gleyma að þetta er á YouTube. Já, þetta var þegar Myndfallin kemur, þú veist, með.
Þegar við ætlum að reyna að vera frægir í útlöndum sko. Það var alltaf á ensku. Epic úlpa. Þannig að þakka þér fyrir. Ég er líka aðeins það er engar ermar á henni. Nei, þetta er bara vesti. Herru, sjá, þetta er einn af mínum uppáhalds þó hann sé mjög illa leikinn. Af öllum. Þetta er gott maður. Awesome. Ég er sérst inn í geimslu að fara í gegnum dót og finn gítar. Hey Joe, why haven't you told me about this guitar before? Ah, you found it. I bought it at a gypsy store. It looks like an antique. Maybe worth something. I would not play it if I were you. I guess I could play it. It doesn't have a lot of strings left, but I guess I could squeeze a chord. It's cursed. Cursed guitar. Lay off the paranormal actiophobia. Má ég stoppa? Paranoia actiophobia. Er þetta orð? Nei. What the fuck? Lay off the paranormal actiophobia. Það ætti að vera orð. Lay off the paranormal actiophobia. Things as a curse. Look at the strings. It signifies the one it has killed. Það er ekki svo illa leikið. Nei. Why are you saying that? Oh, there were 3 strings missing, so are you telling me? Hvað? Þetta frá, ég man eftir þessu núna að þetta frá, sko, Jói er ekki slæmur leikari. Nei. Hann er ekki góður í ensku. Hann skilur mjög vel ensku. Hann skilur ensku, en þegar þú talar ensku þá er mjög greinilegt að þú ert með, þú veist, með íslenska hreim. Að þú ert íslendingur. Já. En þú getur leikið, þú veist, þú ert góður í að leika karaktera sem varar fólk við ræðilegum hlutum. Við erum að nota þetta. Þetta er mjög gott. Look at the strings. It signifies the one it has killed. Þú veist, svolítið írskur. Það segir mér enginn það að þetta sé illa leikið. Nei, þetta er flott. Já. Saying that? You mean there are 3 strings missing, so are you telling me that it has killed 3 people? If I were you, I wouldn't play that guitar. Fuck it, I'm gonna play it anyway. Hefur þú séð það, Sami? Nei. Ok, en þú gerir? Já, að sjálfsögðu. Ok, já, þetta. Sko, og hérna, Þorkell, þetta var sko, og málið er kannski ef ég bætið inn í er að í hvers skipti sem ég deyta stúlku þá sko þetta er kannski svona 3. 4. date þá segi ég við hana sko áður nú googla nafnum mitt ég þarf að sína það svolítið og ég svona leiði þær í gegnum sketsana á Jóstöðans af því að það er svona disarmar, þú veist, þá er það ekki surprise. Já, klárlega. Þá stjórnar þú svona ég var ungur og vitlaus og vissi ekki hvað ég þurfti peningin. Núna þarf þú að vera í sketch á okkur. Já, það er okkur. First, it looks old. It hasn't killed 3 people. There's no such thing as a cursed guitar. Told you it was cursed. Þetta atriði ég veit ekki tækni breytnar heldur að fóreldræðinni hlusta hann á þátt einhvern tímann. Mér er alveg svo. Já, við vorum alltaf að sprengja draslinni og Jóa Alveg mikið. Ég man ég held á kymvera inni og rasisti. Já, hann kom hana inn. Hvað hann að gera hann? En hérna það hljóði sem þið heyrðu hérna er hérna inn í gítarnum þá hann logar á púðurkellingu. Ég tók í sundur frosk, þessi græni hérna sem er með bandinu og setti púðrið í klósettpapír, tók þráðinn, stakk honum onni í klósett, þetta var svona bolti af hérna púðri. Nefna hvað, hérna, ég er einn að taka þetta upp, Jói var bara í tölvunni og þetta hér var í 3. skipti. Já, þetta var 3. taka, hann var búin að rústa gítarnu. Af því að ég var að taka þetta upp einn, ég var svo spenntur eða ég veit ekki hvað var að gera, stressaður eða eitthvað, bjóð til kúlu af púðri í klósettpapír og þráður, hendur sér inn, kveikti í og svo satt ég bara og beið. Svo sprakk gítarinn. Í fyrsta skipti þá er gítarinn bara heill og svo ég bara, wow, þetta var geðveikt maður, vissi ekkert hvernig þetta myndi fara. Svo fer ég, horfa á myndalina, slökkt á henni
Ég bara what the fuck, ég sagði Jói, ég glemdi að hitta á reg. Herru, ég stilli upp aftur, bý til aðra kúlu af púðri, veit ekki af hverju, en svo sest ég bara, kveiki í og gítarinn springur aftur. Og ég bara, vá, þetta var geðvitt líka maður, Jesus Christ, þetta hlýtur að vera flott á vídeói. Glemdi þetta á reg. Ógeðslega heimskur. Ég veit ekki hvað. Þetta var En ég veit bara að spyrja Bjarni Erum við að taka upp þáttinn? Já, sjálfsög. Ég bara, að tjekka Erum við að taka upp þáttinn? Já. Ok. Það eins gott að vera viss á því, Bjarni minn. Okkur, já, Þetta hlustundur góður útvarpsstjórinn okkar. Podcaststjórinn okkar. Og þetta þriðja Jói, ég veit ekki okkur hann Jói bannaði mér ekki að gera þetta í þriðja skipt. Íbúð og full af reynd. Já. Þú veist, manstu ekki, við tókum ílu og sett hann á einn klóstur og snerist í skálinni svona. Besta atrið. Svo vorum við með svona litla kynveri, ég og Stefán, og þá úksla fyndið að kveikja á þeim og kasta þeim bara eitthvað, setja það onni í eitthvað drasl og onna skáp, svona eldússkáp eða svona eldúshillu, þá var skál, lítil skál, og litlu kúlurnar sem þið getið tekið í sundur, þá kom svona aðra litla kúlur, þetta er svona sparkling svona. Já, ok. Og við vorum að sprengja kynveri út allt, og í einhverju æði stekk ég man ekki hvort það verið ég eða Stefán, på borð, kveiki á, hendi honni í þessa skál á þess að vita hvað í henni sko. Og við gerðum bara eldgós upp á skápja Þannig já. This thing is a cursed guitar. Og viðbröðin eru legit Þetta var saga mín um flugelda og hvernig ég ekki að nota það. Svo líka náttúrulega þegar þú komst með hann að fiskin. Það var fiskur í einhverju tjötn einhver staðar upp í sveiti eða eitthvað. Síli. Já, og hann labbaði inn í húsi á mér, hann var dögt sílið og hann smelti í á veggin bara. Og svona bara límt síl á veggi og svo var hann að taka mynda sjálfum sér svona með sílinu. Hlustendur góðir, þetta voru við að horfa á myndbönd eftir okkur. Já. Herri, ég og mér frá mér til mín. Mér. Og svo ég með. Já. Það er þetta, en Sammi er til dæla nýr í Joe's Dungeon með að við, þú veist. Já, með okkur hinna. Það er Sammi og undan honum kem ég inn. Þú komst mér inn í. Já, ég kom þar inn, ég kom þegar ég var 14, það er svipað tíma og við gerum grínað öllum í landunum. Ég er að pæla það. En það sko, ég þekkti alla í Joe's Dungeon, já, svona sem einstaklinga. En þú svona gerði aldrei tenguna þeir hittast. Þeir hittast í kjallara hjá Jóa. Ég tengdi það aldrei. Og var að berjast með 5 metra langu sverðu og eitthvað. Já, alveg, nei, það var ekki 5 metra, ég held að það var mestalega 3 metra. Hvað var stóra sverðu sem gerði? Það var pólveri sem hoppaði hana það. Mishka? Var það í því partíð? Já, þú fórst út að hjóla. Já, alveg, það var hann að borðfyllir. Ég held að vorum bara að tala um það. Já, við töluðum borðfyllir. Já, og var það, já, það var alveg rétt. Það var því fyllir í þar sem sverðið eðilaðist. Já, gott sverð. Já. Og svo var það í ammálinu unnara sem að spjótið eðilaðist. Það er rétt. Það er sko, þetta er einhverju grunnsalega hátt að eðilegast á vopni. Bara illa Forza. Það er ekki búið að setja eitthvað plus 20 á þetta. Sko, það er eitt. Það var alveg áli. Það er eitt sem ég vil tala um konan mín, Unnur, hún vil vera með í upptöku eitthvað tíman. Já. Við getum verið með næst stelpur í podcast. Má það? Er hún með skegg eða? Við getum ekki límt skegg á fólk. Já, er það ítalski skeggin? Já, alveg. Hvernig það er? Ég er að hugsa með mér að þú veist. Verður það alltur ígóið hennar? Það er rétt, ef hún mætir í næsta þátt þá er eitthvað svona, ok, þetta er alltaf lagi, þú mátt mæta í næsta þátt en þú verður að vera með alter ego. Hún sagði, hvað meinur þú? Það er eitthvað 10 mínútur. Nei, þú verður að vera með alter ego. Ok, núna er ég er Shalanta. Já, með það að hún er fyrirvændi formaður leikfélagsins í NBA, NNB fyrir ekki við, þá hlýtur hún geta hendur fyrir karakter. Það tæknum hún sér, nefndi filmen skulle bara ekki fyrir. En þannig hún var álfakonungur í hittifera. Það er rétt. Hún getur komið sem álfakonungur. Með skegg. Það er svona kallmannslegt, hún má koma þá. Hún er mjög sexy. Af hverju þannig að það var kallmann? Af því að það er allir með skegg í þessum hætti.
Hún getur vel verið það. Og það er ég, það er allir með skegg. Hún má koma sem höfrungur þessuna. Ég var svo að fólk skilur þetta með sturturna, þá var ég að spila hérna smá skett sem að við Egill og ákveðum fleirum gerðum. Já, horfum að meira eftir okkur. Og það með Max. Þetta var Já, sko núna dó James Cameron. En já, ég ætla í þetta að play. Ok. Á skjánum fyrir frammi situr Egill með vafið handklæði utan á sig upp á borði, blautur með X í hendinni. Þegar ég var Varst í sturtu? Já maður, vissi ekki að sturtur í skólanum? Það er rétt. Það er sturtur í skólanum. Og Yes. Ha? Þetta var þannig sem svona brandara í menntaskólanum. Er það því að í árstími Já. Það eru fína sturtur í skólanum. Já, nefnilega. En það veit enginn á þeim. Af því að sem sagt neðsta hæðin átti að vera náttúrufræði sem það rannsóknastofa. Og þess vegna er sturtur hana innfyrir. Það er velkomin út. Já, sturtur eru hana. Það veit enginn af þeim. Nema aðalega sem hafa stund að kynli við sturtinu. Nálega. En sem sagt, og það er með málið að brandarinn var sem sagt, þú veist svona, það er rétt, það eru sturtur í skólanum. Þannig að ef þú segir eitthvað sem er ótrúlega augljóst, þá svarar með já, það eru sturtur í skólanum. Já, ok, ég skil. Og það var þannig í mjög langan tíma, allavega á meðan við vorum í menntaskólanum. Já, þá var þetta bara var þetta svona default svarið, ef ykkur sagði eitthvað gett augljóst, þá var það svona, já, það eru sturtur í skólanum. Við skulum koma með það aftur. Ég fílaði þetta. Já, ef við bara svona almennt séð. Já. Hlustendur góðir, ef þið lendið í þeirri aðstöðu að einhver segir eitthvað augljóst við ykkur, þá segið þið já, það eru sturtur í skólanum. Eða ef einhver segir, það er rétt. Það eru sturtur í skólanum. Já, ok. Eða á kassa í bónus. Það gerir 1550. Já, það gerir 1550. Nei. Jörðin er flöt. Það eru sturtur í skólanum. Alltaf. Ef einhver segir, það er rétt. Það er rétt. Eða bara, við getum líka haft það þannig bara að þetta vera áskorun yfir daginn. Þá svarar öllum spurningum sem já, það eru sturtur í skólanum. Og blessaða manneskjan í bónus er bara eitthvað Næsti, byrja okkur að hérst á X-i samt. Á því bara. En það kemur þetta setna með það sem að Nei, það var aldrei útskýrt. Nei, en X-in Við notuðum X-ina í sketchum en ástæðan fyrir ég með X í af hverju ég var í sturtu með X-i, það veist. Af því að dreigil. Kottum með einu viðbót. Ok, hvort við að taka bananasketsin eða já, kom bara mann. Bananasketsin. Hvað er klukkan? Klukkan er svo mikið sem 10:09. Já, hún er ofta verið meira. Hver vorum við að taka upp lengi? 2 tíma held ég. Ok, og hérna kemur. Nei, ég er bara að pæla, vorum við með eitthvað svona time limit? Veistu, við gerum bara það sem við viljum þegar við viljum af því að við erum bara Af því við viljum? Já, ég er reyndar að fara að vinna eftir hálftíma. Það? Já. Hvar? Ég starfa sem umbóðsaðili rababara sölumanna. Já, eru þið margir? Er það ekki stór hættuleg vinna? Þetta er sko þú eru að passa á rababara mafíunni. Hún er jafn hræðileg. Af hverju þarf ég að passa með henni? Koral ræningin. Hún sultar þig. Eins og ég viti það ekki. Þeir taka teppið þitt og rista það. Þetta er bananasulta. Já. Er það gott? Ég hef ekki smakað bananasulta. Sultaður banani. Ég aldrei. Eins og baconsulta. Já, það er mjög gott sko. Ég var að smaka rifsberjasöldu, það var mamma var að búa til. Ég er svangur. Mjög gott. Já, við erum ekki búin að geta neitt. Já, ég er svangur. Við fáum okkur að borða þegar við erum búin í hérna. Já. Og ykkur öllum hlustendum er boðið með já. Ég splæsi. Já, við splæsum með alla. Mætið akkurat núna á veitingastað. Spyrja ykkur einu. Ætlið þið að horfa á bardaðan í nótt? Klukkan hvað er hann? Ó, það er rétt. Hann er klukkan 3 eða 4. Ég verður örgulega með Gregor og Mayweather. Það verður geðveikt sko. Ég reyndar, þetta er boxmats. Nei, þetta er MMA. Nei, þetta er bara box. Þetta er bara box. Hann Mayweather þorir ekki hérna. Nei. Ég vissi það ekki fyrir síðustu. Ég var alltaf búist að þetta væri bara UFC. Já, ég bjóst það líka. Já, þetta er bara box. Eða þú veist, ef þetta væri original hugmyndin mixed martial arts, þar sem þú veist Mayweather væri að boxa á meðan
Gregor væri að gera það væri geggjað. En, nei, sko þetta er bara Það orðið frægt. Hvað? Pox. Nei. Það væri náttúrulega geggjað ef þau myndu koma eitthvað, þú veist, og samna fólki saman og bara poxa í hringnum. Poxmatch. Sketchhugmynd. Og akkurat vera með þarna announceran alla. Já. Að nota sleggju frá Jónsson og Víum. Hei strákar, ég er með aðeinslega hundur skets. Egil. Jói, hvað var þetta? Þetta var bananið. Þetta var bananasketsin. What? Hvað var þetta? Þú voru að senda Bjarna Já, senda mér linkin á þetta. Já, þú voru að senda mér link svo hann geti sett þetta í hérna hvað heitir drastlið sem er undir YouTube myndböndum? Þeir kalla þetta put it in the box down below. Er texti. The doobly-doo. Já, doobly-doo. Doobly-doo. Það er texti. The doobly-doo, a doobly-doo, a doobly-doo-be-doo-be-doo-be-be-doo. Þvílík orka og þvílíku sköpuna kraftur sem er hér saman kominn. Flórídana góði bragðgóðu sami með eplum. Næringar viðmununar gildi. Kæli var að hristist fyrir nótkun. Markmið verkefnisins er klóð og vægis. Lýsing á framvindu verkefnisins er skildi í meðfylgjandi áætlun. Vörur og þjónusta, findu þá vöruflokk eða þjónustu sem að þér hentar. Ég ætla að gera raddbreytingu þarna. Ég held samt við verðum reglulega betri í þessu í framtíðinni. Já, við þurfum að æfa þetta eins. Ég er að multitaska hérna sko. Þetta er eins og spila á fiðlu og píano á saman tíma. Ég er mjög hrifinn af svona spontaneous lögum. Þetta er ekki leiðilegt. Það er draumur minn. Minn eini draumur í lífinu er að vera stattur á almannafæri og fólk bresti í söng og dans. What? Eins og hérna bara flashmob? Já, nema bara það sé ekki flashmob. Það sé bara allt í einu. Er einhver bara sem verður eitthvað sem byrjar að syngja. Hei Macarena. Já. Hæ. Og svo eitthvað Vestam Gangnam Style. Góður er og gæða sér á honum ber og hafragrautur gefur kraft og góður bæði með mjólk og saft og hafragrautur. Grautur. Já, sko, ég meina, þetta getur verið aðstæðan. Ég getur verið bara að fá mér morgumat og fólk bara kemur inn. Já. Við strákarnir ætlum að semja texta og bjóti svipi við þetta. Við drögum orð á loftinu og syngjum þau yfir tónlist sem við höfum aldrei heyrt áður. Heyrðu, já, það var planið. Stundum verður maður bara fórna, trú á Guð og menn, undursamleg mynd af Jesú Krist hangir upp að vegg í skúr sem ég bý einhver staðar út á landi. Fátækur maður á íslenskri jörð, strúka mitt smjör og mitt skýr. Flóknar það ekki. Vel gert. Já, var þetta planið? Við gerum. Ég held við séum bara velkomin inn í alvarpi núna sko. Já. Sko, ég fann bara eitthvað lag á YouTube, frussaði inn í Reaper og þetta er one take. Þetta er bara eitthvað sko. Mjög vel. Takk fyrir. Þannig að það er ýmislegt þetta að föndra með tónlist og við verðumst allir geta. Ég var að dúsa, hvað var okkur hamburger? Hamburger og dúsa verið góð. Já, ég er til í það. Er það að plugga dúsa bara? Það er allt í lagi að plugga dúsa sko. Dúsi er besti barinn. Það er einu barinn. Dúsi er besti vinni barnanna. Alltaf vera hjá mér, aldrei fara frá mér. Dúsi er besti vinni. Ó nei.
Þátturinn búinn? Já, er það ekki? Nei, mér sýnst það Við sem vorum farin að plugga og syngja það Þetta er pluggtónlistin Endum á að plugga Jói Gaman að fá þig aftur Já, dásanlega Þú ert ekki velkomin í næsta þátt samt Ok Jó Það er svo auðvitað að ná Jóa Ég hérna var að meina að því að við vorum ekki með pláss Sko, við erum að Ég veit að stúdíóður rýmar að þú er 700.000 mann Já En við erum alveg 5 Já Ég ætla að bæta við með nokkrum kílóum svo fer eftir í þetta er bara Er ykkur búin að hitta Frank Williams síðan Herri, og hvað varðum hann? Sko Ég er búin að heyra ykkur bankið upp í lofti Nei, sko, það er ekki Frank En Frank er ennþá í hérna í gamnum Já, í gamla stúdíónu Við vorum að tala við hann Já En sem sagt Ég vorum að reyna, þú veist, að tala ok, viltu koma í nýja stúdíóið og koma með, þú veist, ná, að því að hann þekkir allt þetta tónlistafólk Já Hann vildi bara tala eitthvað brauð og hvernig, þú veist, eitthvað svona hvernig hveiti er ekki gott fyrir þig Já, helvitis glútengur Já, þetta var eitthvað svona að gefa mikið þannig, þú veist, ok, hann er góður tónlistamæður en ég nenni ekki að tala við hann svona glúten og allan daginn Nei, það er rétt Sumir eiga bara að halda sig við það sem þeir eru góður í Já, nálega Ætli það sé glúten í Jesú Já Því að það ekki að, þú veist, vígan verða að forðast krist Ég held það Það er einlega síðan Er glúten vígan eitthvað? Eru þeir að forðast hérna glúten? Þeir forðast allt saman Þú veist, á endanum eru þau bara að borða loft eins og hérna breatharians Breatharians Það er fyrir næsta þátt Já, ef við ekki að plugga eitthvað Hvað er að plugga? Það er innan Bjarni Já Hvað er að plugga? Já, við skulum plugga Við skulum byrja á að láta sama plugga Ég ætla að byrja á að plugga bara Steðja Já Góðu bjór Endilega kíkja, já, mjög góðu bjór Mjög margar mismunandi tegundir Endilega kíkja til hans, hann er komið með smakkstofu Og þeir eru með hérna árstíðabundu bjór Já Þannig að Halloween, jól, páskar Þorri, ekki glemma bestu Þorrabjór Nálega Og norðurlösi bjór og bara Já Ég er búin að fara með marga hópa þarna uppið til stæði og það er alltaf reynst bara frábælega Mjög gott Ég hef aldrei Ég verð ekki farið Skulum bara kíkja Við getum hafa livesjóðar Gert podcast upp á stæði Hann er alveg til það begla Það verður ekki gaman Ætti Halloween bjór á ekki að bræðast hræðilega eða á hann að bræðast vel Nei, ég held að það settir graskera bjór Hann var góður, ég smakkaði graskera Hann á ekki að bræðast hræðilega Já, þetta verður svona surprise eitthvað Það væri svona eitthvað fljótandi í bjórnum sem þú drekkur og Auga Hver er næstur að plugga? Ég ætla að plugga Markmiðlunarskólan Já, þú byrjar aftur Skólinn byrjar aftur, ég fer þar á virkum dögum Þessi vika þá vorum við í conceptarti Næsta vika fer líka í conceptart Nice. Ég teiknaði krútlega kanínu Þið fáðu kannski að sjá það Linkurinn verður í bóksinu hérna neðan Like og subscribe Já, deeply do Alright, það er allt frá mér Geir Heyrðu, ég ætla að plugga Dúsa Við förum á Dúsa eftir Dúsi er barinn í bænum Þetta er barinn það sem að fer fyrir matinn Fyrir bjórin, kannski ekki beint fyrir félagskapin Það er sko Ekki nú að fara með félagunum Já, nú að fara með félagunum, já Maður veit aldrei með En eins og gott fólk, Dúsi og Kóra Þetta er þið besta fólk Og sonur þeirra við hann þarf að koma í þáttinni Já, fá hann í þáttinni Hann er lúmst, hann er mjög lúmst fyndinn Og hann var agalega hrifinn á þættinum Já Ég alveg endilega bjóð Þannig að ég segi allir að fara á Dúsa bar Fá sér bjór, fá sér burger Það gerir sér ekki betra Ef þið eru yfir 20, fá bjór Já 20 er búið að hækka Nei, var það alltaf Það var alltaf Goddammit Jói, þarf þú að plugga eitthvað? Ég plugga bara bleikt gras Ef ykkur finnur það, endilega láta mig vita Ok Alright Viltu láta þið, þú veist, eitthvað svona netfang eða símanúmer eitthvað sem þau getur látað þið vita þegar þið finna bleikt gras? Nei, sendi það bara á verkalýðsskrifstofuna Já, ok Vélin frist Já Ætlar að hitta hann eftir þáttinn? Nei, ég held að hún verði bara verkalýðsfélagar Þegar eitthvað kemur með bleikt gras Ég ætla að plugga alvarpið Já, plöggum, þeir eru stórkostlir í allt þessi Alvarpið Alvarpið, ef þú ert að hlusta vinsalast, leiðu okkur að vera með Við viljum bara vera með Við vorum svo listræðin í þættinum í dag Við vorum svo listræðin Sko, við getum alveg verið cool Við getum breyst fyrir þig Við getum verið svo þú vilt vera
hérna alvarpið á nútímanum. Já, það samt skræmpi gott. Það skræmpi gott. Bara Hvað? Nenniði please að leifa okkur þú veist. Já. Við byggjum ekki mikið. Leifa okkur aðeins að, þú veist, spreyta okkur allavega. Við viljum fá að bulla fyrir framan alþjóð. Kannski við ætlum bara að opna þá tíminn. Má ég vera með? Já, hvað? Eru þið að leggja okkur í einhaldi? Eru þið það? Please. Hugleikur, hlustaðu á mig, Hugleikur. Nei. Horfðu í augun á mér, Hugleikur. Þú ert fyndin í stuttum einingum. Í einu? Ég er samt búin að lesa bækurnar á landnámsstundum djúvillega góður. Það eru svona stutteiningarnar. Já, það eru stutteiningar, já. Þú gafst mér bókina í afmælisgjöf. Já, það ekki. Já, ræðilega hrifun að þér. Já, þetta eru drullu góða bækur. Þannig að alvarpið, hérna bara, ég hef trú á að þetta eigi eftir að falla fyrir alþjóð eitthvað tíma. Ok. Já. Gerir Shiva eitthvað svona? Já, ef þú ferði í öryndarhæðum, þá kannski. Já. Verður blár. Þið eru awesome strákar. Eru sömuleiðis. Og hérna bara þú glemtir að skála fyrir mér. Ég held að þessi þáttur sé á niðurleið. Okkur, núna? Erum við ennþá að taka upp? Nei. Þú ert alltaf með svona spurningar sem að láta þið lítið út fyrir unprofessional. Það er alltaf leið. Sagði ég þetta rétt núna? Unprofessional. Hvernig enda þetta? Með fullt af sound effects eða enda þetta með... Eigum við að enda á að vera að syngja eitthvað? Já, þarna skemmtarinn maður. Eigum við að syngja okkur út? Já, syngjum okkur út. Við skulum syngja okkur út. Við skulum setja nýjan músík hérna. Settu á, viljum við vera svona hressir? Já, enda þetta á góðanóttunum. Ef að syngja sorglegt? Til alvarpsins. Til alvarpsins. Ok, og þú veist það var smá rock í þessu. Byrjum að já. Ok, við erum cool fyrir alvarpið. Finnið þið lyktina af hljómborðinu svona? Það er svona brunafíla. Já. Einhver. Aldrei notaði. Þetta er auðvitað bara rík. Ok. Sko. Þetta er síðasti sénsinn okkar til þess að verða mótteknir inn í alvarpið. Alvarpið áttu að hlusta, þá er ég búin að lifta upp hérna buxunum mínum og þú getur séð sköflungana. Ó já. Horfðu, hlustaðu á sköflungana mínu. Ef við ekki henda smá effekt á okkur? Já, meiri effekt. Rígur. Yeah. Útvar. Já. Fólk að hlusta á bíómyndir og ljóð. Erum við formulega að byrja það núna? Núna skulum við byrja. Ok. Alvarpið, leyfðu okkur að vera með í hljóðvarpinu. Við erum rödd 21. aldarinnar. Alvarpið, ég verð að hlusta á alvarpið. Leyfðu okkur að vera með. Sjútan. Þetta er ræðilegt. Það verður að vera meiri feelingur í þessu sko. Ok. Ef við slokkum oss núna þá veit enginn hvað gerist. Já, ég náðu ekki að syngja. Það er líka Bjarni klippir þetta, þannig að hann kan bara kötta út. Ég held ég kötti þetta út bara. Já, bara, nei, ekki kötta. Fáum bara kött í næsta þátt og þá er þetta fín. Við erum kominir í eftir þáttinn. Ég kom með kötti minn. Hann lenti í slagsmálum daginn. Er það? Ástæðan fyrir ég veit að hún er með ör hérna. Bjarni hljóp út með pening og hendaði með jörðina. Eru að halda áfram með þáttinn eða er þetta búið? Nei. Við heyrjumst í næsta þetta. Við fyllum kannski ekki upp í pothólur eða þurfum út að borða á dýrum veitingastöðum, stunda jóga eða boccia, en við getum talað um það. Ég fyrir hann komið kynslaðurnar, segjum nei.